Hæ, velkomin í nýjan þátt af Ekkert að þakka. Ég heiti Stefán Ingvar og ég fekk Þórarinn Hjartarson til mín, Tóta úr einni pælingu. Hann er alls ekki skoðanabróðir minn og í þá gömlu vondu daga sem að fólk var á Twitter þá var ekki oft, en það var einu sinni að tvisvar einhver skeitasending á milli okkar. Ég var náttúrulega mjög mikið í skeitasendingum þegar ég var á Twitter. En og mikið tæknivesen í þessum þætti, þið munið, ef þið eru að horfa á þetta, sem ég mæla þetta með að þið gerið. Ég ætla að reyna meira sér að hafa þennan þátt sem vídeo á Spotify. Þannig að ef þið eru að horfa á þetta á Spotify, þá tókst mér það. En ef ekki, þá er það en önnur mistök á stóra hrúu vonbrigða sem lífið mitt hefur verið fram að þessu. Það var mjög gaman að fá Tóta, við töluðum um margt, við töluðum mikið um pólitík, kannski eðli málsins samkvæmt, af því að hann er með pólitískan þátt, ég er mikill áhuga maður pólitík. Ok, Aron, pródúsöndin minn, var að skamma mig fyrir lélegan monólóg, þannig að ég vil að þú klippir þetta með inn í monólógin, af því að hann sagði, Stefán, þú talaðir ekki nóg um þáttinn með Tóta. Ok, það sem við töluðum Vókið og við töluðum rétttrúnaðinn, við töluðum grín svolítið, við töluðum box, hann kennir hnefaleika, við töluðum líka samfélagsmiðla og við erum sammála það, ég og Tóti, að samfélagsmiðlar eru hinn mesta meinsemd sem að hefur skollið á okkar ágæta samfélag. Og partur af þeirri meinsemd fyrir mig er ég er verri manneskja á samfélagsmiðlum. Þegar ég er á samfélagsmiðlum þá það er ekki einu sinni mér að kenna, höfum þá hreinu, það er ekki mér að kenna. Algoritminn ýtir manni í þá átt að vera sem mest ósamála manneskjunni sem maður er ósamála. Og þegar maður er sem mest ósamála manneskjunni sem maður er ósamála, þá sannfærist maður líka að það sé manns hlutverk að standa upp fyrir sínum gildum og þeir sem maður er ósamála standa gegn manns gildum og eru þá einhvern veginn í eðli sínu hættulegt fólk. Og í langflestum tilfellum þá er það ekki þannig. Það er til hættulegt fólk, sjá Skjöldur Íslands, en í langflestum tilfellum er þetta fólk sem að vill kannski að hátekjuskattur sé 1,5% lægra. Sem er auðvitað ránt. En það er ekki endilega hættulegt fólk. Og það er ránt þangað til að ég hef það miklar tekjur á þessu podcasti að fara sjálfur í hátekjuskatt. Þá á að lækka hátekjuskatt niður í 15% til þess að ég geti ráðið fleira fólk í vinnu. Ég er með pistil á Heimildinni í dag sem fjallar Skjöld Íslands. Það eru náttúrulega allir búin að sjá þetta að hópur manna ákveða að fara saman í búning niður í bæ, fá sér stóra steik og fara svo að láta finna til sín í búningnum sínum. Þetta er auðvitað hræðilegt og það er akkurat svona sem að einhverjar svona nýfasískar, nýnasískar hreyfingar fara á stað. Say what you will about nasistar. Nú hljómar eins og ég sé að fara að taka upp hanskan fyrir nasistum, en ég stend með því. En þeir klikkuðu ekki á búningnum og Hugo Boss hannaði náttúrulega búningana sem að Hitler var svo hrifinn af. Við vitum að hann var svo hrifinn af þeim af því að hann lét alla hermennina sína fara í þá. Þessi Skjöldur Íslands búningur er ekki eins góður og Hugo Boss búningurinn. Það er spurning hvort þeir geta ekki einhvern veginn reynt að versla við einhvern íslenskan hönnu því ég hafði sterklega á tilfinningunni að þetta var bara eitthvað svona googla nasista cross, Nazi cross for t-shirt held ég að hafi googlað og síðan í Canva og síðan pantað beint frá Kína. En ég með pistilum þetta á baksíðan á Heimildin í dag og endilega tjekkið á því. Mér langar líka að segja við ykkur og ég vil að þið hlustið á mig núna. Ég veit að þið eru búin að vera að hlusta á poddið mitt en mér finnst eins og þið séuð ekki búin að vera að hlusta í alvörunni. Ég er að segja ykkur að fucking íta á rate and review, gera 5 stjörnur og segja flott podd. Flott podd. Flott podd
Stefán, takk fyrir flott podd. Ok, þannig að það er flott podd, takk fyrir Stefán, fyrir flott podd. Á því að þá get ég replyað ekkert að þakka á ykkur öll. Síðan eigið að senda þetta á, ekki senda þetta á vin ykkar, senda þetta á einhvern sem þið kannist lauslega við og segið, ég held að þú muni fíla þetta podd. Ég gera það stundum, yfirleitt svarar fólk ekki. Þegar ég hlusta á eitthvað og sendi á einhvern, og svona ef þá tilfinningunir gætu fíla það. Þegar ég var í Listaháskólanum þá var það ekki brautarstjóri, brautarforseti, deildarforseti, en síðan var brautarstjóri, held ég að það hafi verið, yfir Suðursundabrautinni. Það var mikið að spá í sviðsynningunins persónulega og ég hlustaði á podd sem hét eitthvað Big Penises, Boobs and Flying Cats eða eitthvað og fjallaði fólk sem var á Second Life sem var einhver svona RPG tölvuleikur MMORPG tölvuleikur þar sem að fólk var að spila á netinu og þóttist vera einhver annar og MMORPG stendur fyrir me role-playing game og ég sendi honum þetta í SMS-i síðan eftir jólafrí þá var hann með Stefán, hvað varst að senda mér big dicks and boobs í SMS-i þannig að þið gerir þetta, kannski skýri ég þennan þátt ekkert að þakka Þórarinn Hjartansson Big Boobies og þá getið þið sendt það á vin ykkar allavega, ég vona að það hafi gaman af þættinum með Tóta, góða skemmtun og ekkert að þakka. Hæ, ég heiti Stefán, velkomin í podcastið mitt, þetta er ekkert að þakka. Ég með gest í dag, hann heitir Þórarinn Hjartarsson, Tóti. Rétt. Velkomin. Takk að kærlega, takk fyrir að bjóða mér. Ég tók eftir því að ég er búin að vera með pappa þinn heil lengi á Facebook. Aha. Ég veit ekki hvers vegna. Nei, hann er hérna ötull á Facebook, líka ötull að skamma mig fyrir mína skoðanir. Já, hann er skoðanabróður minn. Já, er það ekki? Þeir hefur sínst það, hann er í stjórnarskrárfélagi. Já, ég veit, jú, akkurat. Já, og ég held að sjóta því. Já, það getur passað sko. Ég hef verið í ákveðinu svona mótróa í því hvernig ég fekk uppeldi. Ég veit ekki hvort það sé mótrói sko að þegar svona minn vex á grasi, hvort að hann muni þá verða eins og pabbi og svo muni einhvern veginn bara, þú veist, siksakka yfir sko. Foreldrar mínir eru svona nokkuð apólitískir, eru samt svona klassískt íslenskt vinstra fólk. Sem að þú myndir örugglega eigna þessum klassískt íslenskt hægra fólk. Já, en fyrir vikið þá er systir mín apólitísk, ég vinstri maður og bróðir minn sjálfstæðismaður. Já, sko pabbi kendi mér, sko hann gaf mér 2 ráð og ég held að hann sjáu svolítið eftir í dag, við ræðum þetta mjög oft sko og hann gaf mér þau ráð að ef einhver er að fara að reyna að gefa þér pening eða að fara að reyna að segja þér að hann sé að koma þér til bjargar án þess að fá nokkuð fyrir það sjálfur að þá er viðkomandi að ljúga þér og líka að vera ekki upptekinn af áliti annara á þér. Já. Og ég einhvern veginn bara tók þetta og svona svo ég noti ensku slettina, ég hljóp með það. Já. Og ég rauninni bara byggi alla mína hugmyndafræði svolítið á þessu tvennu og náttúrulega fjölmörgu öðru en þetta er alltaf svona undirliggjandi og ég segi alltaf að pabbi minn, hann tekur grínið úr Anchorman þegar að faðir, sem sagt Will Ferrell, sem ég man nú ekki hvað heitir í bíómyndinni, hann segir if you ain't first, you're last. Já, þetta er Talladega Nights. Já, Talladega Nights, fyrir ekki, það er rétt. Og hann segir þetta og þá segir pappans bara, hann er alltaf að segja þetta og svo hverfur pappans í einhverja áratugi og kemur svo aftur inn í myndina. Og pabbi segist alltaf að vera svona, ekki eins og þessi pabbi, hann tengir svo mikið við það sko þegar að Will Ferrell segir aftur við pappa sinn einhverju 30 árum síðar eitthvað, þú kendi mér að if you ain't first, you're last. Og þá segir pappin sem sagt, did I say that? Og fannst það bara að make ekkert sense. You can be second, you can be third. Já. Og við hlægjum alltaf að því að þetta hafi verið svolítið svona keimlík vending. Já, einmitt. Núna segir hann, þú veist, sumir vilja kannski bara gera þig greiða.
Já, akkurat og það hann svona alltaf svo vinstri sinnaður sko, þannig Já. að hann trúir því að það sé til þeir stjórnmálamenn sem að virkilega bara geti einhvern veginn komið og hérna snúið tökkunum þannig að allir búið við betra líf sko. En ég held að þetta stjórnmálamenni aðalega móta umgjörðina en það sé svo hvers og eins að verða sinni eigin gefis miður sko. Já, þú ert frjálshyggjumaður. Já, Við erum að fara of fljótt í pólitíkina. Hvað gerir þú síðasta miðvikudag? heyrðu, síðasta miðvikudag þá flög ég heim frá Bíldudal eftir að hafa verið með fjölskyldunni. Þar fór meðal annars til Ísafjarðar og dvaldi svo á sunnanverðu Vestfjörðum þar sem að ég hafði verið í mánaðarfríi sem að konan mín eiginlega plataði mig út í því ég vil helst ekki verið í fríi Nei. þannig að hún bókaði eiginlega bara heilan mánuð af bara einhverju. Já. Ég held að hafa verið að ráðum gert sko, það er ekkit endilega að hún hafi verið voðalega peppuð fyrir því að vera með svona mikið á dagskránni Já. en bara þannig að ég gæti ekki sagt nei Já. að þá einhvern veginn bóka hana þetta og ég kem heim og já, ég flýr reyndar heim á þriðjudeginum en á miðvikudeginum er ég að vakna klukkan 5:30 til þess að fara að þjálfa hnefalega. 5:30? Já, Er það standard eða? það er mánuð fös alltaf. Ok, hvernig er 3 og 5? Ég vakna áleika snemma en það Já. er bara út af börnunum Já, en já. hérna, Hvað áttu 2 börn? já en hérna ég sem sagt já, vakna mánuð fös klukkan 5:35 Já. og fæ mér vasklas og fer út í daginn. Síðan að með minnir var ég búinn að bóka hlaðvarp. Það er stolið úr mér við hvern nákvæmlega það var. Ég er búinn að taka Þórð Gunnarsson, Jónas Atla og svo núna síðast hann hérna Guðjón Heiðar Valgarðsson Já, einmitt. og hérna Þetta Jónas alltaf hjá HMS? HMS, já. Sko, húsnæðismál eru einhvern veginn mitt uppáhaldsmál sko. Já. Að hérna ég er ekkert svakalega góður í svona fjármálageiranum er varðar öll þessi svona flóknu bankamál sko. En ég tel mig hafa frekar góðan skilning á því hvernig hérna húsnæðismál virka. Ok. Og Jasmína Ternats var hérna líka á miðvikudaginn. Hvað sér Jasmín? Jasmína Ternats, hún er sem sagt flóttamaður frá Bosníu. Já, ég var með uppistand í útskriftir hennar. Aha, Já, ókei. bara þegar ég var glænýr sko. Já, akkurat. Villi var beðin eins og svo ofta þá var Villi beðin að mæta einhvert og hann komst ekki og þá fæ ég bitlingana. Já, geggjað. En hún var sem sagt á undan. Hún var á undan, í þætti sem ég er nýbúinn að byrta. Og ég hlakka til að hlusta á hann. Var hún þá að tala Þá vorum við að tala um bara umræður flóttamannamál. Já. Og svona mismunandi sjónarmið eru varðar það hvernig við tökum móti fólki, hvort það sé hægt að taka móti stórum hópi fólks og svona léttmeti. Já, þetta var þetta er svona sunnudags. Ég veit ekki sko, ég veit ekki hvort þú hlustar á hraðfrétti, það er mjög fyndið hérna, þar er þeir með að tala um það hvernig svona þeir sé sláletta strengi og ég hef með tampaði mikið fyrir það að vera eru mjög mikið í svona easy listening. Ég held að séu sko, þeir fórum mjög flótt í það bara að verða stærsta podcast á landinu. Já, er það málið? Já. Já, ég ætla kannski bara að adressa þetta. Já. Það datt út þannig að það var örgulega skrítið hvernig þetta kliftist núna. En Tóti var að tala um Ég var að tala um fasteignamarkaðinn. Já, mér hefur alltaf fundist hann skellur. Og það er líka bara, þú veist, þetta því að ég held að þetta sé mikið lífskjaramál og margir á svona vinstri stjórnmálana að telja. Ég held að það sé rétt að þetta sé sko gjáin að milli þeirra sem eiga og ekki eiga er svona hvað stærst sérstaklega í svona lág-millistjætt til há-millistjætt og er varða bara það hvernig lífsskilyrðu þú býrð við. Átt þú íbúð? Já. Hvar býrðu? Tóti baði mig að klippa þetta út og auðvitað gerum við það af því að við erum woke. Ég vil eiginlega ekki segja. Já, ok. Það er læg. Þetta klippa það út. Já, við kvötum þetta út. Já. Nei, já. En hérna, já, og já, ég held að sé mikið lífskjaramál og hérna raun flesti segja og það er svona svolítið sérstakt þegar að byggingageirinn er til dæmis til umræðu að það er svo sjaldan talað við þá sem er í byggingageiranum og að sjaldan talað við þá sem að hafa eitthvað vit á þessu eru varðar það svona beina aðkomu. Byggingarmál einhvern veginn eru rosalega mikið til umræðu í kosningabaráttum segja allir stjórnmálamenn að þeir ætla að byggja og þeir ætla að byggja og svo náttúrulega hafa ekki hundsvita því hvað þarf til þess að byggja og þar alveg endur erum við svolítið krísu núna en vandinn líka við byggingamarkaðinn hann er svolítið svona reyðir sig á krísu
Það er að segja ef það er offramboð þá er ólíklega að aðlar fara að byggja og þegar það er skortur þá fara þær að byggja en þá er það eftir kröfum einhverja stjórnmálamanna og alltaf endar þetta í einhverju óefni en það sem þarf svona að gera sér grein fyrir er að til þess að einhver hafi hvata af því að byggja þá þarf náttúrulega að vera ákveðin skortur sko. Bara algjörlega sko Já. og þá veltir maður því fyrir sér sko hvaða hvata er hægt að gefa mönnum þú veist af því að, ég meina, þeir vilja miklu frekar selja hvern fermetra á 1,5 milljón heldur en á 500.000 kall. Akkurat, og þar að leiðandi þarf að sko opna sérstaklega rými fyrir smærri smærri verktaka Aha. út af því að við þurfum að auka ákveðna fjölbreytni í því hverjir fá stóra kjarna til dæmis væri kannski að hafa á smærri, væri að láta ákveðna litla verktaka taka sér saman. Ég held að það sé rosalega margt sem hægt er að gera í þessum efnum. Bjarg og Blær fengu 46% niðurgreiðslu á stofnkostnaði við sína uppbyggingu til dæmis á einhvern nokkrum kjörnum held ég sérstaklega þannig í Gufunesinu. Ég held að það var til dæmis hægt að yfirfara það yfir á flesta. Það er rosalega mikill kostnaður, startkostnaður sem er velt út í verðið sem að veldur því að húsnæðisverð verður hærra. Það er náttúrulega líka bara mikið tala gatnagerðargjöld já, og fleira sko. Já. Lóðaverð til dæmis, lóðaverð fer til hæstbjóðandi og þeir sem eru náttúrulega að stýra borginni hafa beina hagsmuna því að það sé sem hæst. Þannig að það er margt í þessu sko og út af því ég var að tala viðtalið mitt við Jónas Halla, þá finnst mér bara gaman að tala við þá sem að þekkja vel til í þessu og við áttum mjög gott spjall sko. Og já, ég tók það held ég reyndar á 50-daginn en miðvikudagar eru þannig að ég er oftast bara vakna 5:30 fyrir að þjálfa fer svo beint í það að taka upp með 1 til 2 hlaðvörp á dag svona mismunandi eftir dögum svo er ég að vinna á hina dagana og síðan fer ég að þjálfa aftur kvöldið klukkan 4 til 7 og þaðan fer ég heim og fæ mér kvöldmat með fjölskyldunni. Hvað ertu búin að vera lengi í boxinu? Síðan 2008 í boxi. Ég er búin að vera að þjálfa síðan 2013-14. Hvaða árgerð ertu þér? 91. Þannig að þú varst 17 ára þegar þú byrjar? Já, eitthvað svo leið, 17-18, já. Af hverju hnefaleikur? Það var eiginlega algjör, sko, Bjarni Heiðar, vinur minn sem er Íslandsmeistari í fitness hérna hjá hreyfingum, hann í rauninni platar mig út í þetta, sko, það var algjör tilviljun að við hefðum lent þannig að ég hafði engin svakalega áhuga á þessu en svo einhvern veginn þegar ég byrjaði þá hætti ég bara ekki og hef verið í þessu síðan, sko. Og hvað veldur þið að byrja að þjálfa? Það einhvern veginn, sko, ég keypti nokkur sinnum. Já, þú keyptir? Já. Og mér líkaði ekkert svakalega vel við það að keppa mér fílaði rosalega mikið að æfa, mér fílaði mjög mikið að keppa exhibition svo einhvern veginn þegar ég var farin að þjálfa þá einhvern veginn var ég ekki alveg að finna mig en ég var alltaf með rosalega gott auga fyrir því hvað þetta bæta bæði hjá sjálfum mér og öðrum og það einhvern veginn fór sko ég hóf strax á því að byrja á því að sko þjálfa einstaklingar sem voru á mjög svona svo ég fór að sletta háu leveli fór að þjálfa Birgir Tómasson til að undirbúa hann fyrir atvinnumannabardaga í MMA fór að þjálfa hann og svo var ég aðstoða fleiri sem voru að keppa á mjög svona háu stígi og þá einhvern veginn fór ég bara að sjá fyrir mér að ég gæti fara að fór að þjálfa hópatíma og að lokum ég man ekki, það er svona sérstaklega tekur fyrir á skrið svona kringu 2016 þá hafði ég verið mjög mikið með engatíma en fór sér að kenna það og svo hef ég bara verið að fara með unga krakka erlendis og fólk erlendis í keppnisferðir og fleira. Þú ert að kenna krakka og fullorðina? Já, nú erum við með úlingana við erum með marga landsliðsmenn sem að við eru hjá okkur standa sig alveg gríðarlega vel og það eru reyndar, má segja það mjög marga þjálfara sem eru hjá öðrum félögum eins og PC Bókatýr og fullt af fleirum sem Akranesi og annar staðar sem eru að gera mjög vel, Hafnarfjörður líka, það eru svona stærstu félögin held ég, Þór er líka með einhverja og það er alveg rosalega frjótt umhverfi í hnefaleikunum og það hefur rauninni mótað mitt líf að stórum hluta sko, hvernig ég hugsa hvernig ég
hvernig maður ber sig líka. Maður hefur vel séð einstaklinga sem að mæti hnefaleika og fara einhverju síðar með aðeins svona hnarreistari. Já. Boxer Olympíu íþrótt. Já. Eru þið þá, þið eruð aðilað ISI? Ég var í stjórn HNI sko Já. í fyrra. Ég var í stjórn hnefaleika sambands Íslands. Síðan var farið þá leið eiginlega að taka alla þjálfara út úr því. Ok. Því að við lendum alveg stundum í því, vorum 3 þjálfarar sem hættum allir í einu. Já. Einfallega út af því að það var þótti hérna svona ekki eitthvað slæmt, en það þótti svona kannski aðeins lendum kannski svona tókstreitu málum var það klubbana og svona. Hætt á vanhæfni. Já, hætt á vanhæfni, ekki það neitt væri óvinnur og það gekk alveg smurt fyrir sig. Það eru aðrir í stjórn núna og það er bara mjög gott sko. Hvernig stendur, hvað það HNI? Já. Hvernig, eru þið með starfsmann á skrifstofu? Nei, jú, fyrirgefðu, það er starfsmaður í hálfu starfi Í hálfu starfi, á skrifstofu. Kannski á ég að taka upp ársreikningana til að búa til gott útvarp. Nei, ég var að byrja að vinna fyrir íþróttarhefinguna. Já. Verkefnastjóri hjá borðtennissambandinu. Já, getur eitthvað í borðtennissu? Ég æfði borðtennis í 8 ár. Ég get eitthvað samanborðið við sko hinn almenna iðkanda. Tekurðu Pétur Marteina? Nei. Nei. Ekki séðan sko. Ég vinn alla sem að telja sig vera geggjaði borðtennis út að ég spilaði stundum í frístundaheimilega eitthvað. En ég flutti til Danmerkur þegar ég var 11 ára og fór þá í mjög lélegan klúbb með mjög metnaðarlega sem kom tilbaka og var þá, þú veist, þú ætti langt fyrir aftan Pétur Martin og alla sem ég var að vinna. Ég vann aldrei Pétur Martin, en það var svona, ég var í KR svona 10 ára skiluru með Dabba og Pétri eða ekki? Já. Síðan fyrir til Danmerkur, kem tilbaka og þá var ég dottinn langt aftur á lestinni og misti áhuga upp úr því. Hversu góður er Pétur? Hann er náttúrulega núna, hann er á þingi. Já. Hefur komið eins og varamaður? Já, mér finnst sko, eftir því sem ég best veit, þá er hann bara mjög góður. Já, en þú veist, hversu góður eru Íslendingar? Eru þeir svona á Olympíu leveli? Nei, eiginlega enginn sem að fæðist utan Asíu er það. Ég var með þetta á árstingi þar var að tala þú veist, ég held að við hefum átt 3 eða 4 atvinnumenn. Já. Kári Mímisson, Guðmundur Stefánsson náttúrulega, sem var lengi í þessu, og núna strákur sem heitir Ingi Jarvis. En þú veist, við erum ekki að það er ekki Olympíu level. Nei, við erum ekki að keppa, við erum Olympíu íþrótt og Olympíu sérsamband, en við erum ekki held ég að En boxið, hvernig eru Íslendingar í boxi? Við erum sko sífellt betri. Okay. Það var sko eins og ég nú var að ræða þetta með úlinga sko. Já. Það var minni umgjörð fyrir úlinga þegar ég ætlum þess að byrja. Já. Það var eitthvað krakkastarf og eitthvað fleira því líkt, en til dæmis eins og með keppnisferðir erlendis og eitthvað þannig, það var töluvert minna. Það var eitthvað það, en það var töluvert minna heldur en er í dag. Og umgjörðin, samkeppnin og annað er orðin töluvert betri. Og Elmar Gauti sem er einnig þjálfarað sem ég hefur náttúrulega staðið sig alveg gríðarlega vel. Við erum að sjá Emin Katri núna úti að gera það gott í Las Vegas. Já, og svo náttúrulega Kolli Stóri, hann hefur náttúrulega með atvinnumannabardaga fullt af þeim og ósigraður. Las Vegas, er það svona Holy Grail eða? Já, einhverju leiti sko, Los Angeles, Las Vegas, þú getur náttúrulega líka fundið þetta á austurströndinni, en það er svona þekkist að ef þú ert að vera þessu einhverju alvöru og þá ferði í wildcard og til Las Vegas en þetta eru Bandaríkin samt sko. Já, þetta er svolítið bandarískt sport. Já, það eru náttúrulega fullt af öðrum sem eru frábærir sko. En það er allavega svona eitthvað svona nærtækast að fara til Bandaríkjanna ef þú ætlar að virkilega gera þetta alvöru bara til að vera í því umhverfi þar sem þú ert með bara þeim allra bestu sko. Hvenær var box löglegt? Og þegar ég man þegar ég var krakki þá var Bubbi Mortens alltaf að hneykla sig á því að það mætti ekki. Það var 89. Það var 89? Já, en aftur á móti þá eru enn þann dag í dag hnefaleikar ólöglegir sem atvinnumannasport. En við erum samt með keppendur sem eru atvinnumenn, en þeir náttúrulega keppa ekki á Íslandi. Já, ok. En fram að því þá var ólöglegt að æfa box og það var, já, sko hann Guðmundur Ari var með sína stöðu náttúrulega, ég veit ekki
maður hefur svona, ég þekki ekki söguna alveg nógu vel með þetta, Ok. en hann var allavega með klúbb þar sem að var verið að æfa og þar var þetta svona svolítið underground þema, sko. Það er stemming. Já, það er stemming. Ok, en þú ferð heim í matana klokkan 7. Já, Hvað er miðvikudagsmaturinn? Er fastur matsöð, ég opnaði þetta þegar ég var að tala, þannig að Já. það er ekki hægt að mjúta þetta í eftirvinnslu. Þannig að, er fjölskyldan með svona fastan viku matseðil? nei. Nei, er Nei. þetta... Ég sko, ég kenni náttúrulega konunni minn fyrir að vera svona pattaralegur út af því að hún gerir dýrindis mat, sko. En það er mjög bara upp og ofan hvað er í matinn. Ég var reyndar þennan miðvikudag, fyrst við erum að fara sérstaklega yfir þessa viku síðustu, sko, þá var ég einn heima ennþá. Ég Þá flaug varstu frá ein? Bíldudal og þau skildi þau eftir þegar ég þurfti að fara að vinna. Já, hvernig típa ertu þegar þú ert einn heima? Ég veit ekki hvort þú ert komin þangað í Helga Seljan pottinu, en við tveir eigum báðir sameiginlegt að hafa dreigð fyrir og borða einhæft og óholt. Já, ég borða mjög einhæft og ég er mjög hugmyndasnauður. Mér finnst ekkert svakalega gaman að vera einn heima, sko. Mér finnst miklu skemmtilegra þegar það er meira líf í kringum hann, sko. En ég einfalda veruleikann minn mikið og En svona fyrsta kvöldi, þú veist, ef að konan þín er að fara með börnin, þú veist, út á land í eina nótt, já, ertu ekki alveg spenntur fyrir því? nei, Ekki? ég bara, mér finnst það ekki skemmtilega, sko. Ok. Ég er rosalega rammaður, sko, mér finnst rosalega gaman, kannski er það svona íhaldsemin í mér, sko. Finnst rosalega gott að hafa hlutina svolítið eins, sko. Ok. Þess vegna finnst mér frí ekkert eitthvað frábært konsept, sko. Ég held að Já. fólk talar alltaf að fólk verði að taka frí. Ég held að margir bara verði að taka ekki frí, sko. Já. Mér finnst rosalega gott bara einhvern veginn að halda ákveðna struktúr, sko. Ég tek reyndar eiginlega aldrei frí heldur, sko. En lífið mitt er mjög óstruktúrerað, ég á ekki börn og vinn sjálfstætt, þannig að en ég tek mér ekki frí vegna struktúrsleysis, svolítið. Þá svona ef ég fæ einhverja hugmynd þá bara byrja ég allt annað strax, eða við erum búin að ákveða að taka okkur frí í ágúst og síðan fæ ég eitthvað gig, kannski 2-3 vegna gig sem að maður hefur aldrei efnað þess að nei, þegar maður er sjálfsagt starfandi þá. Nei, ég er ekki alveg þannig, sko. Ég fæ svona hugmyndir í skrifar hjá mér. Já. Svo finnst mér rosalega gott að svona, þegar ég kemst í stuð, eins og þegar maður okkar skrifa eitthvað eða eitthvað þannig, þá kemur það bara allt í einu. Ég kalli þetta lotugræðgi. Það sem ég vinn rosalega mikið í lotum. Já, Það sem að ég er einhvern veginn fæ eitthvað í hausinn og þá bara fer allt á fullt. Og ég get skrifað 4000 orð á örskamum tíma. Veistu, ég er alveg eins og þú með þetta, nema ég þarf að gera það strax. Ef ég skrifa niður hugmynd þá er hún dauð fyrir mér, oftast, þú veist, það eru undanþágur, undantekningar segi ég. Stundum eru hugmyndir þess aðlis sem maður bara veit eitthvað, ok, þetta er vika, þetta er mánuður, whatever. En þegar ég fæ hugmynd og byrja að vinna í henni, þú veist, margir vinir mínir eru rithöfundar og þeir eru í sjokki hvað ég kem miklu frá mér á stuttum tíma. Já. En ég kem eins og ekki skáldsögu frá mér, skilurðu? Já, þá ertu komin í eitthvað annað. Já, það er komin í eitthvað annað. Já. Þess vegna er uppistand fullkomið starf fyrir mig af því að það er bara viðbrögðin eru komin. Hvernig er það með uppistandar samt ef þið eru ekki í stuði? Það stundum finn ég að þegar ég er að taka hlaðvarp, sko, ég lendi í þeim og svona, er ekki alveg í sama stuðum að myndi vonast til að vera? Já, góð spurning. Það er náttúrulega mjög krefjandi. Núna er ég búin að vera starfandi og hálfstarfandi uppistandur í 8 ár og fyrstum sinn þá þýtti það bara lélegt gegn og áhorfendurnir þurftu bara að líða fyrir það, en mér hefur svona virðing mín fyrir áhorfendum hefur aukist það mikið að ég bara ríf mig í gang, skilur þú veist, og oftast létti ég mér lífið, byrja á einhverjum brandara sem að ég veit að mun killa, þú veist, leið á hláturinn kemur þá er maður komin í stuð, leið á fyrstu stóru hláturinn kemur. Þannig að ég myndi segja að ef þú gerir þetta af einhverju alvöru uppistand þá bara kemur þér í stuð. Já. Eða neyðir til að vera í stuð í korter og fer síðan heim í fílu. Ert þú í stuði þegar þú ert að Jakob Birgisson, hann er einu maður sem er ekki í stuði? Ég er ekki í stuði þegar ég er með uppistand. Ég er mjög
ég er mjög hægur og þungur uppistandari. Já, Efnistökin mín eru oftast svona frekar þyngri en léttari. Já. En þú veist, það er samt alveg klárlega eitthvað svona alter ego sem maður fer í þegar maður er á sviðinu, og þegar ég tala um stuð þá er ég meira að tala um bara svona hrynjandan og tempóið. og gerur grín á öllu það? Er eitthvað off limits? Einmitt. Það ég sækist alltaf í sko hérna fyndið þróun sko, ég ræddi við fyrir með uppistandara sem heitir Konstantin Kisin og stýrir núna podcastinu hérna Trigonometry. Já. Ég tók viðtal við hann þar sem ég var að mynda að spyrja hann út í þetta svona, þú veist, hvernig umræðan uppistand hefði breyst á tímabili, þar sem allir Dave Chappelle þykir svona nokkuð svona mikill vandræði gemsi einhver og en það einhvern veginn gera hann fyndinn og nú eru svo mikið svona hláðar sem orðnir hægri menn fyrir skoðanir sinnar. Já, einmitt, sko, er eitthvað off limits? Í sjálfu sér ekki, nei. Ég hef hins vegar engan áhuga á gríni sem er skrifað til þess eins að sjokkera. Þú veist, fólk má segja hvað sem það er til að sjokkera. Ég bara ber enga virðingu fyrir ég horfði á nýja spesialans Joe Rogan. Já. Hræðilegt. Og hann var með náttúrulega eins og við að búast, og þú veist það eru til verri menn en Joe Rogan. Ég er ekki að segja þetta til þess að hallmæla honum eitthvað sérstaklega, en hann er eins og von og vísa eins og honum er von og vísa til með einhverja transbrandara og þeir voru bara ógeðslega letilega skrifaðir. Eins með The Closer, Dave Chappelle, það sem hann endar á 10 mínútum, af því að Dave Chappelle er stórkostlegu grínisti, skilur. Hann veit, þú veist, ég held að þetta sé skrifað af kergju og biturð frekar en nokkuð annað. Er það þannig brandarinn það sem hann er að tala um transkonuna í lokin? Ég held það, já. Já. Hann var allavega með langan kafla í aðdragandanum J.K. Rowling. Já. Ég man ekki hvernig brandarinn var, en ég man að ég horfði á þetta. Ég horfði á þetta frekar snemma áður en að diskursin fór á stað. Ég hló vel fyrripartinn, sko. Seinnipartinn bara, þetta var ekki vandað. Nei. Og þú veist, Dave Chappelle er líka, hann er eins og ég er sjálfur markmaður, hann margir sem held mikið upp og hann er ramblari, skilur. Hann fer upp á svið, ég held að hann sé ekki búin að skrifa þetta alveg, en maður er alltaf búin að formúlera hvað maður ætlar að segja. Mér fannst þetta koma miklu frekar frá staðnum ekki gaggrina mig, fokkið ykkur, heldur en hérna er vel útfærður pakki handa þér. Já, þetta er hérna, mér finnst þetta sko, svo áhugavert sko, því að þú veist örgulega mína afstöðu til svona réttrúnaðar eins og alls þetta dót sko, og ég einhvern veginn hef verið nokkuð þakkláttur fyrir svona sérstaklega uppistandara, og ég náttúrulega er ekki uppistandari sjálfur. Ég held að uppistandara séu kannski miklu betur til þess fallnir að meta hvort að gríni sé, þú veist, vel skrifað eða eitthvað. Stundum lendir brandarinn illa og ég tek alveg eftir því, en ég er alveg uppistandari að taka þetta betur. En ég er svo þakkláttur fyrir það einmitt að uppistandara hafa staðið af sér ákveðin svona þöggunar tilburði sko, finnst mér, og það ég veit þú ert ósammála með. Já, sko, ég myndi segja orðið þöggunar tilburðir. James A. kastar með frábært bit þetta. Okay. Það sem hann er að taka fyrir Ricky Gervais, og hann er að segja I'm a comedian, I'm meant to shock. If you don't like it, don't come to my show. I'm a comedian. I'm meant to shock. If you don't like my jokes, don't come to my show. I'm just having a conversation. This is the conversation. Þegar þeir segja eitthvað, þeir eru gagnrýndir, það er samtalið. Það er eðli samtals. Öllum er frjálst að segja hvað sem þeir vilja, og mér er frjálst að kalla fólk hvað sem það vill, skilur. Ég er að beita sama málfrelsi. Eins er mér heimilt að segja, ég myndi ekki fara að sjá Jimmy Carr. Ég er spurður þegar hann kom til landsins, af hverju myndir ekki fara að sjá Jimmy Carr? Af því að hann segir mjög mikið af nauðgunabröndurum sem eru formúlukendir og óspennandi. Segir hann það? Já. Já, ok, ég hef ekkert fylgst með honum reyndar. Hann er mjög fyndinn. Það er hann sem hann hlæðir hana. Já, hann er mjög fyndinn, hann er frábær þáttastjórnandi, hann er með mikið af svona bresku panel þáttunum til dæmis, en hann er bara svona shock comedian. Og ég spurði, myndirðu fara að sjá hann? Ég segi, nei, ég myndi ekki gera það. Myndirðu hlusta á hann tónlistamann? Nei, ég myndi ekki gera það. Og ég myndi ekki gera það út af þessu. Hvað þú gerir, þitt mál.
Ég er ekki að fara að rífa miðaðinn. Nei, ég Ég skilji. er ekki að fara að meina þær inngöngu. Nei. Nei, ég ætla ekki að taka við þáttinn. Já, við erum að tala um matiðin á miðvikudegi. Já. Hvað borðar í kvöldmat á miðvikudegi? Shit, ég man það ekki. Ok. Ég man það ekki. Ég held að ég hafi, hvort ég hafi ekki verið að panta mér eitthvað. Já, Hvað er þegar góð ramen eða eitthvað. Ramen. Já, mér finnst hérna ramen momo vera gott á bragði. Er það heimsend eða... Nei, ég rými mig út úr húsi, sko. Og hvernig fyrir það svo? Nei, hvað gerur eftir mat fyrir svefn? Já, bara að lesa eða vinna, sko. Lesa það að vinna? Já. Nýtirðu það að þú sért einn heima til þess að vinna kvöld? Ég væri að ljúga ef ég myndi segja já við þessari spurningu út af því að ég nota það alveg líka að vera ekki einn heima í það að vinna. Já. Er það vinsælt hjá konunni? Hún er ótrúlega skilningsrík gagnvart Gerir þessu. hún? Hún vinnur á sambýli fyrir falla Ok. sem ég gerir enda líka. Já. Við kynntumst þar. Þið kynntust Já, það? og við erum bæði ennþá að vinna þar. Á sama sambílu? Já, Þetta er vaktavinna, er það ekki? jú. Er það ekki krefjandi fyrir fjölskyldu? Jó, nei, það er bara, maður finnur bara út af því, sko. Já. Það er bara eitthvað svona, bara verkefni og púsluspil. En hérna, Hvenær fyrir þá að sofa? svona hálf 11, reyna að fara að sofa þá. Þannig að þú Mismunandi er þetta stundum er ég alveg, þú veist, ef ég ætlum í stuði við að vinna, þá get ég alveg verið að vaka þetta 2, sko. og vaknar samt hálf... Nei, þá er það oftast þegar ég er ekki að fara að vakna hálf. Ok. Nei, ég reynir svona allavega í seinni tíð að fá mína 7 tíma, sko. Ok, það var einmitt næsta spurning. Já, akkurat. Ok, en síðan kemur 50 þá ertu ekki að vakna klokkan 5:30. Nei, þá vakna ég oftast og oft tek líka hlaður það daga, Já. þann daginn og reynir þá stundum að taka monolog þætti, ég er líka með þá þar sem ég er að ræða bara svona það sem mér finnst Já, og hérna síðan, annað en í hefðbundum þáttunum það sem að... já, það sem að enginn veit hvað mér finnst. Já, Nei, ég veit alveg að fólk veit hvað mér, en ég fer svona kannski aðeins hvassar í málefnin, já, sko. ég veit hvað meinar. Ég reyni líka, sko, þegar ég er með viðmælendur þá reyni ég oftast að taka hina hliðina, Já. að reyna alveg sama hvort það sé hægri maður eða vinstri maður, að þá reyni ég að taka svona sjónar með hinnar hliðarinnar. En já, þá er ég bara, það er rosalega opið, sko, og stundum er ég náttúrulega bara að vinna Já, á sambýlinu. Síðasta 50 Ha? Varstu að vinna síðasta 50 Nei, ég hef búin að sumarfríið var alveg hérna í gangi ennþá þarna þó svo ég var að koma tilbaka til þess að þjálfa. Já. En ég er í sumarfríið á sambýlinu, sko. Og býtu, hvað ertu að þjálfa? Hnefiðgafla Reykjavíkur. Við erum Ok. sett hjá vörklass núna. Já. Og hérna, Ok, þannig að það var 50 þú vaknar, ef að segja, 7? já, 7, 8, 7-8? hvað svo leiðis, já. Og 9 ef ég er að vaka til að vinna. Hvað eru börnin gömul? 1 og 3. 1 og 3, Já. ok, þannig að það er ekki komið eitthvað svona skólaskull inn í, Nei, það er ekki komið. ekki komið. Nei, Er 3 ára barnið komið á leikskóla? hann komst inn þannig þegar hann var 2 ára. 2 ára, gott mál. Eða örlítið fyrir mér þess að. Í Reykjavík þarftu að fara með hann eitthvað? Já, hinn er Reykjavík. Inn í Reykjavík. Já. Gott mál. Já. Og hvað er morgunmaturinn? Ég reyndar er ekkert alltaf að fá mig morgumat, sko. Ok. Mér finnst stundum gott að fá mig búst, þá hérna set ég banana og jarðaber og hérna hleðslu. Já. Í hérna, Súkkulaðibröði. já, Vanilubröði. með súkkulaði. Súkkulaði. Og svo hérna sem er gott að setja döðlur og hneytismjör. Já. Og stundum hafra líka. Setur þú klaka með þessu? Nei, það þarf ekki. Og það er geggja trikk. Ok. Hérna, Let's go. kona mín fattaði upp á, eða ég veit ekki hvort að hún hefði fattað upp á því eða hvort að einhver annar hefði fattað upp á því, en hún allavega gerði það þannig að ég fattaði það. Já. Að hérna frista banana. Hefurðu prófað þetta? Já, ég hef prófað þetta. Þetta en- er sturlað. Þetta er styrlað, en ég var svo heimskur af því einhver bendi mér á þetta. Já. Hlýtur á að vera kona en á því hún fattaði þetta þessu. Þannig að ég sett hann í heilu lægi. Og Já, síðan kom það konan gengur mín- ekkert. Já, einmitt. Það er það sem að Hófí mín sagði þegar hún kom fram. Já. Og ég upplifði mig svo niðurlega en ég hef ekki gert þetta heil lengi. Hún gerir þetta stundum, skerða það niður og fristir það, en Já. mér fannst ég svo niðurlegaður að hafa sett heilan banana Aha, já, já, það er endar, þú verður að skera, búta það niður og frista það svo. annars er þetta ómögulegt. Það er rétt, sko. Já, þannig að bananan er til kælingar hér. Já, Mjög gott. þá líka færðu bara eins og súkkulaði shake, sko. Mm, Ég er mikill ísmaður líka.
og mér finnst rosalega gott bara að fá mig þetta í staðin fyrir ís en svo fæði mér bara ís nei, ég segi svona ég reyndar borða ekkert oft ís en mér finnst alveg, þegar ég fæði mér ís Já, að þá finnst mér bara rosalega gott að fá mig mjög mikið af ís já og ég fæ aldrei nóg af ís sko. Það er sama hér Já, Ég er alkoholisti, óvirkur ok, og alkoholismin minn kemur mjög mikið fram í ísáti líka Ég tek alveg lotur já Þú veist, það sem ég er menn að borða lótu græði ekki Já, lótugræðiki, ég er að borða mikinn ís á hverjum degi kannski í svona 10 daga Já, þingist kannski 4 kíló eða eitthvað og sen er ég eitthvað, Jesús Stefán, nú þarf þú að fara í afeitrun og þetta er bara svona hringurinn sem ég tek ég kalla þetta 10-20 kúrin það sem ég borða geðveitt mikinn ís í 10 daga sen engan ís í 20 daga já uh, Borðar ís streyti 10 daga Já, það kemur fyrir Það er rugglað og ég er ekki að tala um eitthvað bara svona pínulítinn ís með súkkulaði Stóran bræðar miðstærð stundum Já Ert þú í stórum eða Nei, ég get ekki klárað stóran getur þú klárað miðstærð? Já, Já. easy Easy Já, Ok, já, en þú vaknaðir, þú fékkst þér kannski boost ég man Erum við að tala um föstudaginn Erum við að núna? tala um 50 daginn Það er 15 ennþá Nei Ég fekk mér held ég engan morgumat Ég fór og kíkti í rektina og var ekki alveg í stuði Í hvaða rækt ertu? Bara voru klár sko og hérna síðan hérna fór ég held ég að taka monolog þátt þar sem ég var að tala um vestræn gildi og hérna og það tók svolítið mikið úr deginum að undirbúa það og svona Þá skrifaru monologinu vantanlega? Nei, þú bara ég er með kannski ég sko, þetta er ótrúlega fyndið Snorri Másson hérna senda á mig skilaboð þegar hann var bara eða svona ekki svo langt síðan hann komst inn á þing og sagði mér hérna, heyrðu, hann er með ég er með hérna frábæran prompter og ég sagði ég á prompter og hérna þarf ekki að prompter halda en þetta er Elgato prompter sem er algjörlega frábær og hérna nota hann einstakar sinnum þegar ég er með svona mjög stífan texta en hún í flestum tilveikum þá er ég bara með einhverja eina setningu og ég get bara talað í 8 mínútur hann Já, bara eins, já, ok Þú ert ekki einu sinni með, þú veist ég ætla að tala um vestræn gildi hér kemur kirkjan hér kemur kvenfrelsið, hér kemur what have you, Nei það er bara vestræn gildi Já, stundum bara já, einhverjar einstaka punktar kannski svona 7-8 punktar Ok og en þetta senast þá var ég með hérna góðan fyrirlestur eftir fyrirlestur Neil Ferguson Hver er það eftir? það er hérna sá sem að hann er sagfræðingur sem að er með hérna Ian Hersey Ali Já og þar sem hann er að fjalla framtíð háskólamenntunar í svona heimi gervigreindar og þá var ég búinn að búta niður nokkarar klippur með honum sem að ég svo tala og setja því svona samhengi við Íslands samfélag Já, og sérst það var þá vestrænu gildin Já Töff Þarf að tjekka á þessari ræðin Já, það heitir pæling dagsins sko Það heitir pæling Hlaðvörpum mitt heitir náttúrulega ein pæling Ertu með þetta á sitt hverju fítinu? RSS-fítinu, já, en ég setja á summa YouTube-rás Já Þegar ég skrifa brandara þá er ég af því ég skrifa þá eiginlega aldrei út en síðan þú veist þegar maður er búin að segja þá 5-6 sinum þá veit maður hvernig þeir eiga að lenda en þá skrifa ég alltaf svona titil brandarans og síðan kannski 1-2 punta en ég næ bara 3 mínútum út úr því sko Já, akkurat Ég geti ekki 8 mínútur kallar ég vel gert Það var svolítið skrítið skilur að vera einhvern veginn að tala inn í kameru en svo einhvern veginn venst það Já Nú getur kannski verið með uppistand í kameru Ég fekk nóg af því í COVID Já, varstu að gera það í COVID? Ég var að gera það í COVID Það var góður skóli samt sko að treysta eigin efni Já finna sjálfur á sér hvenær eitthvað er í réttri lengd og annað Ok, þannig að þú tókst upp monologum vestræn gildi Ertu meðfylgjandi eða mótfallin vestræn gildum? Ég er mjög andum vestræn gildi Þannig að þú pró-vestræn gildi Já, ert þú anti? Já Í alvörunni? Nei, finnst það vera smá bullshit hugtak Já, ég skilji En það sem að ég var að tala með þetta við vinn minn fyrir ekki svo löngu og ég sagði mér þetta var bullshit hugtak og hann útlistaði eitthvað hann til vestræna gild og ég meina, þú veist ég er sammála því Já og hann telur þá
mannréttindi, málfrelsi, etc. Já, og líka bara ákveð umburðarlyndi gagvart svona umhverfiðinu og þar fram eftir göttunum, sko. Ég held að þetta sé rosalega mikilvæg þáttur í því hvernig við aðhöfumst, sko. Já, En já, ég gerði þess þennan og svo held ég man nú í hvað ég gerði til viðbótar á fimmtudeginum. Ég held að ég hafi farið og fengið með bjór já, með vinum mínum. hvað ertu með einhvern go-to bar? Nei, Ok, ég er það ekki. Ég fer stundum á Gilligogg. Gilligogg, Já, hvað er það? það er hliðin á Duck and Rose. Ok. Gamli óðal, en þú mást vera ekkert eftir því. Er það sem að var jazz, var þetta Þetta er hliðin á ríkinu. hliðina? Labbar upp stiga. Já, ég veist ekki að þetta var Já. til. Býtu, er þetta þar sem að það var einhver svona koktelastöður Já. fyrir ofan? Já, ok, Gilligogg. Já. Hvernig staður er þetta? Þetta er bara svona laid back spjallstæður, sko. Ég er ekki mikið í hárri tónlist eða eitthvað þannig, sko. Er þetta bjór og vín eða koktelar? Þetta eru koktelar mikið en mér finnst rosa gott bara að fá með bjór, sko. Já. Ég er hlindari bjórnum, sko. Ég er ekki mikið að blanda. Ég verð svo svakalega þunnur, sko. Það gengur ekkert, sko. Já, heldur það sé sykurinn. Ég veit ekki. Ég hef heyrt það, að sykurinn, að ef maður er að fá sér mikið af sykruðum áfengisdrykkjum þá Já. komar verður út. Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, sko. Og varstu langt fram á nótt með vinnuðinum? Nei, bara til 12 eða eitthvað þannig. Ok. Og nei, heyrðu, þetta er 5 dagur. Nei, ég var að þjálfa hana morgunin. Já, þú ert ekki að fá þér bjór. Það var á föstudaginn sem ég fekk mér bjór. Ok. Nú er ég að myndi rétt. Já. Þú ert, er það regla, er það prinsip hjá þér að fá þér ekki bjór kvöldi fyrir þjálfun eða er það bara svona praktískt? Já, það gengur ekki að vera að koma að þjálfa landsliðsmenn og fólk sem er frábært í nefaleikum vera eitthvað með áfengislíkt að þið, sko. Já, Ég held að það sé svona svolítið off-brand, sko. já. Eða, ég meina, það fær mann bara til að hugsa um sko 50-sið. Já, eða Ég get það. ímyndað mér að það hafi Já, verið já. að þjálfarinn maður sér sko þjálfarinn fyrir sér sem feitan í grári hettupeysum, Já. síkó, Já, skítu og rauða húfu. já, akkurat, sexpenser og síkó. Já. Það er svona típiska típan. Með ráma rödd. Já, með rámarödd, Já. viski í kaffibólla, Já, nei, ég er ekki þannig þjálfari, sko, sem betur fer. en þú ert að stefna þangað. Já, ég Það er er að stefna markmiðið. þangað, það er markmiðið. Þannig að þú varst ekki bjór á 50-deginum Nei, og þú varst ennþá einn heima. já. Næs. Og í rauninni bara gerði sá lítið. Ég held ég að bara vera að vinna þætti fram á nótt, sko. Klippir það mikið? Ég tek ekkert út, sko. Já. Ekkert, eða þú veist, ég tek út svona hik og svona einhver skrítin búkljóð og eitthvað þannig. Já. En að því undanskildu þá tek ég ekkert út, sko. Ég hef haft það sem reglu að klippa ekkert út. Þú óskaðir eftir að klippa ákveðin hlut út. Já. Hræðilegan hlut. Nei, tjók. Brandar sem við segjum ekki aftur. Brandarinn var það slæmur Já. og Tóti sagði það ætti að vera ólöglegt að segja Já, þetta. nákvæmlega. Nei, þú veist, ef að gestinir, ég var líka með gest fyrir 2 vikum sem sagði, fuck, ég hefði gott að nefna þessa manneskju á nafn. Þú veist, Já, svona þannig shit, bara, já. annars var ég smá fáiði. Já, þetta er ótrúlega fyndið samt með podcastið, sko, að þetta er ótrúlega mikið svona í beinni að Já. einhverju leyti, sko. Já, absolutt. Og þess vegna hef ég til dæmis verið að fara rauk fyrir því að hlaðvörp sé ekki fjölmiðlar. Ok, Ég tel þetta einfaldlega ekki vera fjölmiðlun í þau formi sem að ég tel að við ættum að tilenga þeim titli. hvernig myndir þú skilgreina, ég hef enga skoðun á þessu, hvernig myndir þú skilgreina fjölmiðla? Ég myndi segja að fjölmiðlar séu aðalega bundnir við ritstjórn og eru þá aðalega í því að greina frá svona skráðum hlutum. Ég held að það sé miklu formfastara. Já, Ég held að þú veist að segja það að the new media eru hlaðvörpin. Ég einhvern veginn allavega sko í íslenskum veruleika finnst mér það ekki vera rétt. Ég veit ekki hvort þú hafa hlustað á Samstöðuna, þeir eru með svona fréttir vikunar já, og eru þá að taka svona ýmsa klausur úr öðrum fjölmiðlum já, og einhvern veginn er að tala um það. Mér finnst þetta ekki vera fjölmiðlun já, þannig eins og ég skilgreina hana, en það eru margir aðrir sem eru ósammála mér að segja bara hlaðvörp eru víst fjölmiðlar og ég bara, það er allt í góðu, mér bara finnst það ekki. Og ég tel sko líka út af því að
ég er ekki hlindur þessum orðum eins og upplýsinga óreið og þetta dót, en ég aftur á móti tel sko að þegar að við erum að tala í svona hlaðvarpi að þá er það svona opnara og maður á að gera ráð fyrir einhverjum mistökum. Já. Ég veit ekki, ég ætla að sé ekki svona 650 klukkustundir af mér að bladra, eitthvað af því er ekki rétt sko. Já. Og svo reyni ég náttúrulega að leiðrétta það eftir bestu getu og reyni að standa mig vel í því. Fjölmiðlar náttúrulega, þeim verður á mjög mikið oft og það er svo sem alltaf læg, en ég held samt að sko þessi titill, eða þetta heiti segi ég, ekki titill, þetta heiti fjölmiðlar þurfa einhvern veginn að vera bundið meira við ritstýrt efni sem að er Þú með gera meiri kröfu til fjölmiðla en þú gerir til mín til dæmis. Já, og til mín. Já. Ég meina, ég er bara stundum að segja eitthvað sem að mér finnst ekki einu sinni, bara svona til að búa til efni og reyna að fá einhverjar umræður í gang, en Ég segi stundum eitthvað sem ég finnst ekki bara til að heyra það upphátt. já, nei, og ándjók Já, sko, ég bara, er að meina þetta sko. já. Það er oft sem að ég er að tala við Hófí og við erum, þú veist, að diskutera eitthvað, ég segi eitthvað og sérna eitthvað, nei, þetta er bara kjaftaði. Já, nei, ég meina en hugsa, þú veist, eins og bara hraðfréttir hjá Benna og Fannari, Já. er það fjölmiðlun? Þeir eru á einhverjum bara bandir en Já. þeir eru alveg að tala um málum líðandi stundar, Já. þannig að þeir ættu alveg sko, þetta er svona ströngustu svona formerkjum þeirra sem að telja fjölmiðla vera, hlaður bara fjölmiðla, að þá ættu þeir þá að vera fjölmiðill. Mér Já. finnst þeir ekki vera fjölmiðill, mér finnst ég ekki vera fjölmiðill, mér finnst þú ekki vera fjölmiðill, mér finnst samstöðin ekki vera fjölmiðill í því skinni að því undarskilda þeir eru náttúrulega að reka vefmiðil. Já, einmitt. En mér finnst svona þegar fólk er með í svona ákveðnu að mestu blaðlaust að ræða um málum líðandi stundar, Já. þá finnst mér það vera miklu nær skoðanapislum. Ég tel að þeir sem eru allir að skrifa skoðanapistla sé ekki blaðamenn, Einmitt. nema að þeir séu þá í því líka. Þannig að það er, já. Já, þetta er góða punktur. Síðan er alveg sko mikilvægt líka þá að maður gera það skýrt fyrir sínum hlustendum eða lesendum eða hvað nú er. Sko, óheppilegt þykir mér þegar að menn vilja spila báðar hliðar. Þú veist, eins og sagt, setja sig upp viljandi eða óviljandi sem einhvers konar heimild eitthvað annað en eigin skoðun, en hafa samt frelsið til þess að segja, hei, þetta er bara, þú veist, þetta er bara podcast, eða hei, þetta er bara grín, eða whatever. Svo tala svona Joe Rogan þemað. Já, ætti það ekki, ég var ekki með henni í huga, sko. Ég skil hvað það meinar, sko. Ég hef svona stund, ég ætla ekki að segja, ég hef áhyggjur af því. En ég held að sé þjálfara svona hneigðin í manni. Að þegar að ég tala, að þá svona óhjákvæmilega tala ég eins og ég sé með svona, svo ég fá svona valdheimild, authority til þess að vera með, en þú veist, oftast er ég að tala minnar eigin skoðanir bara og svo bara getur fólk tekið í og teka það náttúrulega líka þannig að þú veist, á að vera ákveðnar efasemdi líka, sem er bara, mér veist, meinholl, reynda líka með fjölmiðla, en ég held að sé, sko, það sem að fyrir svona mestu töðun á mér er að þegar ég er að tala, þá tala ég oft þannig eins og ég sé bara hér eru staðreyndirnar handaðar. Og það er út af því að maður er náttúrulega þjálfari, þá þarf maður að vera hljóma eins og maður sé með allt á hreinu, sko. Já, ég gera það líka, sko. Mér finnst þreytandi þegar maður er krafinn að taka þú veist, ég hef bara lent í þessu prívatspjalli bara við ýmsu vinum mína, þegar maður er krafinn að sko skýra það að þetta sé skoðunin manns, eða skilur að maður sé ekki með ritrýnda heimild fyrir einhverju, skilur þegar maður er bara að segja þetta er svona, skilur ég gerir ráð fyrir því að flest sé skoðun manna. Ekki fréttir, skilur, ég gerir ráð fyrir að Bogi sé ekki að segja sína skoðun að það hafi svona og svona margir dáið á Gaza eða svona og svona mörg verðbréf selst í Marel, en bara svona almennt þegar fólk talar, þá ger ég miklu frekar ráð fyrir að fólk sé að segja sína skoðun heldur en ég meina, maður talar svo mikið. Mér finnst ekki. Já, bara svona áhugavert, sko, að hugsa út í það líka út af því að núna að mínu mati og þú hefur fundið fyrir þessu líka, það náttúrulega er svona
það sem ég myndi kalla réttrúnaðin hefur borið á þurft að þola ákveðna hnekki og sem hefur valdið því að mest auðveldara að tjá skoðanir. Það er sum málefni sem náttúrulega erfiðara að tjá skoðanir sínar og mjög, bara þekki það á fólki sem á erfitt með að tjá skoðanir samandi við svona mjög erfið mál eins og Gaza eða eitthvað þannig. Já. En aftur á móti þá hefur einhvern veginn orðin svona meira opnun á það að fólk bara fá að tjá sína eigin skoðun, sko. Ég er þetta að fæ mikla skammir, ég var til dæmis að tala hérna, ég er búinn að vera að tala um málefni varðar innflytjendur og hælisleitendur frá Miðausturlöndum undanfarið og þá fæ ég miklar skammir fyrir það að vera á einhverju vitlausu skoðun. En mér þykir ekki vænt skoðanir mínar, sko. Ég verð alveg víst til að skipta skoðun. Já, ég heyrti segja þetta og mér finnst þetta að vera gott prinsip til að hafa að þykja ekki vænt skoðanir sínar. Ég er hins vegar, sko, ég er sammálaður að réttrúnaðurinn eða hvað sem maður myndi kjósa að kalla það. Minnst réttrúnaður enda bara fínt orð, minnst það betra heldur en vókið og vókismi sérstaklega því að ismi gefur til kynna að það sé eitthvað koncentrerað school of thought. En hvar dettur þú samt inn á þetta svona, þú veist, er vókið að vera bara nice? Já. Þú dettur þar? Já. Ég dett allavega 100% á að vókismi sé kjaftaðisorð. Já. Af því að maður getur útskýrt kapitalisma, kommunisma og allt annað, futurisma, dataisma með vísan til einhver svona stofnplags. Vókismi er eitthvað sem að hópur manna setti saman undir einn hatt og reyndu síðan eftir og reyndu að setja sem einhver svona koncentrerað school of thought. Já. Fyrir utan það að þetta orður orðið steindautt í íslensku því að allir sem eru á tiltekinu skoðun kalla allt sem þeir eru ósamála vók. Ég held að það væri bara réttrúnaður, sko. Mér finnst réttrúnaður bara fínt orð. Mér finnst það, þú veist, political correctness, pólitískur réttrúnaður, mér finnst það eiga miklu meira skilt við. En allavega, það sem ég vildi segja er að mínum að þá er jafn erfitt og jafn auðvelt að segja skoðun og nokkurn sinni fyrr. Það sem hefur breyst, vissulega, er að fólk sem að í gamla daga var kallað vonda fólkið og ég kallaði þær góða fólkið. Ég var mjög ánægður með þá kategorisingu by the way. Sko, er orðin háværari og bara God bless them, en það þýðir að fólk sem er af annari skoðun á erfiðar með að segja sína skoðun, skilur þetta er bara einhvers konar reipitog, skilur þetta hefur bara snúist við? Í raun og veru, þú veist, þegar við vorum, og ég segi við af því að ég var einn þeirra og þetta er eitthvað sem ég myndi breyta ef við gætum farið í tímavél að útrópa menn fyrir allan anskotan þá var tvennt sem var hægt að gera, það var hægt að standa með sinni skoðun, verja hana eða do what you will eða það var hægt að segja að það er verið að þagga niður í mér og þegja. Núna þegar að ég er útrópaður vók eða lippi eða hiski eða hvað Liptart ég skipti ekki skoðun og ég held ekki kjafti en ég veit að það er ekki allir þannig, skilurðu. Og þegar að við vorum að útrópa þig, þú hélst ekki kjafti en ég veit að það er ekki allir þannig, þú veist. Það er erfitt örugglega fyrir einhvern 60-an kall á kaffistofun að líða allt í hann megi ekki segja neitt. En newsflash, hann má segja allt. Það versta sem gerist er að einhver kallar hann einhver ljótu orði sem sökkar og við eigum að forðast það í fremstu í ystu nöf að kalla hvort annað ljótu nöfnum en við erum ekki að taka af honum málfrelsið og þegar ég segi eitthvað einhver oh god damn it í miðri eldræðu ég var í miðri eldræðu og þetta pásaðist eða myndbandið datt aftur út ég tók þetta úr sambandi sko, ég gæti ekki hlusta að það kjaftaði bókið sko alveg sko hérna var eins og að vera 2017 aftur sko en allavega, punkturinn er fólk má segja hvað sem það er og fólk má líka það er nú aðal punkturinn í þessu sko líka þegar við vorum að tala vestræn gildi sko það er aðal tjáningafrelsi sko sem mér er mjög andum sko og ég einhvern veginn sko tjáning svo lengi sem það er ekki ofbeldi sko þá finnst mér að það ætti bara að vera og það er mér langar líka alltaf að vita hvað öðrum finnst sko alveg óháð því hvað þeir eru ósammála mér sko og einmitt sko, af því að hann spurður mig hvort það sé eitthvað off limits og í gríninu mínu og svarið er einlæglega nei. Það er hins vegar, þú veist bara eins og þegar ég var fenginn til þess að veislustjóri hjá Alþingi, starfsmönnum Alþingis
þá er ég ekki að koma með klukkutíma sett hvað starfsmenn Alþingis eru allir miklu fávitar, skiluru. Þannig að þetta er oft, þú veist, ég ritskoða sjálfan mig að því leytinu til að ég vil að áhorfundur njóti sín. Já. Og Þannig að þú stílar þetta inn á Brynjar Níelsson. já. Bara hvað? Og þegar af því að sko, ég er nú ekkert sérstaklega þekktur grínist, en þeir sem að þekkja mig vita að ég er ekki líklegur til þess að vera með það sem ég myndi kalla transfóbíska eða homofóbíska brandara. Ef ég myndi sérna allt í einu straight off the bat vera bara eitthvað, hvað er málið með þess að homma? Skilurðu, þá er ég bara að skemma kvöldið fyrir þeim sem komu. Ef það væri til dæmis samkynhneigðir aðilar að fólk á að vita hvað það er að kaupa. Fólk á að vita hvað það er að kaupa. Og þess vegna, þú veist, eins og Louis C.K. til dæmis sem á náttúrulega illa cancelað er að selja upp Madison Square Garden. Já, akkurat. Það var líka, sko, Ingo Veðugur líka, hann náði að selja Háskólabíó bara. Eitt voru bara bing bang boom. Það er svona trúi ég á cancelkultúr, skilur. Það bara er ákveðin hópur af fólki sem að, fyrir vel flesta, þá er ákveðin hópur af fólki sem segir fuck þessi gaur, ég ætla aldrei að hlusta á hann aftur. Það eru mjög margir sem hafa sagt það um mig. Já. Mér hefur verið cancelað af hægrinu, skiluru. Ítrekað. Hér er ég, sko. Já, nefnum að segja vinninum að kaupa með á sjóin minn. Já, við mætum saman. Ég, Frosti, Stefán, Brynjar Níelsson og Hannes Hólmsteinn. Við bara mætum saman næsta gig. Takk til Jakob Bjarnar með það líka. Já, ég hef ekki lent upp á kant við Hannes Hólmsteinn. Hefur lent upp á kant við Jakob? Nei, en honum er mein illa við mig. Já, hann reyndar þolir ekki í Vogi, sko, en líka honum illa við þig? Ég hef séð, ég skrifaði grein um Jordan Peterson, bakþangað um Jordan Peterson. Já. Way back when. Ég man ekki, ég var að kalla Jordan Peterson fá þetta. Já. Svo náttúrulega lendir í upp á kant við Frosta. Já, það var alveg, ég skil vel að hann hafi tekið því illa. Já. En ég sá, einhver sendi mér mynd á eitthvað svona Facebook-hópi sem hétt eitthvað Jordan Peterson aðdáendur á Íslandi eða eitthvað álega. Já, ég er inn í þeirri grúpu. Þú ert í þeirri grúpu. Jakob Bjarnar var með einhverja svakalega, einhverja langloku hvað ég var í ömulugur grínisti og mikill vitleysingur. Ég var eitthvað, gauð, þú hefur aldrei séð mig. Nei, kannski bara vitleyst á Jakob. Ég er náttúrulega dýrka Jakob, sko. Hann er hann höfum verið ákveðni skoðanabræður, sérstaklega hvað varðar þessi mál nákvæmlega, sem þetta er rétt trúnaðin, sko. Hann er náttúrulega ekki sammála mér um pólitík og annað, sko. Hann er örugglega vinstri maður. Já, ég þori ekki að fara með það, sko. Mér finnst hann ná að halda því ágætlega leyndu, sko. Já, þetta vinstri hægri líka er orðið svo afbakað. Já, hvað kýst þú? Síðast kaus ég vinstri græn. Ég er samt sko... Nú er dautt atkvæði. Dautt atkvæði. Ég hafði trúið að ég standi sér í kjördæmakjörin. Það er samt ekki þar sem ég myndi staðsetja mig, sko. Ég er til dæmis miklu meira í frammi með að orkumál að það sé virkjað í meira mæli en hefur verið gert. En mér fannst eins og Vinstri græn og Svandís Svavarsdóttir sérstaklega mikilvæg rödd inn á Alþingi. Já, Svandís er endar mjög indæl, sko. Mér líkar mjög vel við hana og við erum alltaf ósammála allt sem við kemur eiginlega bara flest allt. Já. En ég trúi einlæglega að hún sé frábæra manneskja á persónulega level, sko. Þar áður kaus ég annarkvort Viðreisn eða Samfó. Hefur aldrei kosið Pírata? Aldrei kosið Pírata. Ekki? Þeir náttúrulega gáðu þessu út fyrir að vera woke fyrir síðustu kosningar. Já. Þeir mannst ekki eftir þessu, þannig að Brynjar Níelsson tók reif woke í sundur og Lenja kom og setja það saman. Já, ég fucking hataði allt samfélagsmiðla grínið sem var í gangi hjá stjórnmálaflokkunum. Já, ég er sammálaður þar. Þeir urðu svona Steve Buscemi What's up fellow kids og ég hvað er að gera í einhverju svona hoppleikjum eitthvað og það varð einhvern veginn sko var verið að barngera allt og þetta er sem að Christopher Hitchens heitinn sem að ég legg mikið kapp á að kynna í mínu efni að hann talaði þetta einmitt að væri sko, hann kallaði þetta infantilization, að það væri einhvern veginn verið að draga alla sko menningu og pólitík niður á einhver svona á einhvern barnagrunn sem að þannig að þetta sé sko auðneitanlegt og auðvelt og einhvern veginn auðvelt að melta
og það var ótrúlega skrítið mitt að sjá það eins og þú ert að segja sko, þegar maður var á TikTok eða eitthvað Já, og bara einhvern veginn að sko, sjá bara fáránlegar færslur frá fólki sem ætlar að fara að sannfæra mig að það sé best til þess fallega að stýra landinu sko. og ég held að þetta virki alls ekki á krakka, eða þú veist, á Nei. úlinga og 18 ára gamalt fólk, 16 ára gamalt fólk. Ég meina, þú veist, það má einfalda mál sitt, skilurðu, það má tala við ungt fólk þannig að það skilji mann örugglega, en það sjá allir í gegnum þetta. Já. Og ég held að það sé, þú veist, stór ástæða fyrir velgengni miðflokksins meðal ungra kalla, þú veist, þetta eru einföld skilaboð fyrir unga kallmenn sem þeir eru með, sem er, þú veist, við þurfum að vera sterkir, þú þarft að vera sterkur, framtíðin er á þínum herðum, er mín túlkun, meira og minna. Þetta er bara tónlist í mín eyru sko. Ég er sammála öllu þessu sko. Og þegar þú ert 18 ára og heyrir þetta, þú veist, ég meina, þú veist, það vilja allir ábyrgð, það vilja allir bara ábyrgð á einhverju. Er það? Ég held Hefur það. hlustað á þegar fólk innan SHÍ og þessu dóti kemur fram og segir að þessi geti nóg peningur á húsnæði fyrir þau, þetta er of erfitt og það er ekki, þau þurfa að fara að borga fyrir það að vera á bíl og þau fá ekki ókipis í strætó. Þetta er allt bölvað væl, þau þurfa bara að rífa ykkur í gang, kaupa ykkar eigin bækur, stunda námið að kappi og þá er þið sko ákjósanlegur sko kostur í því að vera ráðinn í fyrirtæki. Já, Ekki vera að þetta væla- sem hagsmunasamtök. Já, ég meina SFS að koma fram og segja en hverjir eru hagsmunir, sko, ertu búin með háskólanám? Ég er búinn með listaháskólann, já. Já, sko, allavega ég get talað þetta út frá því sem ég upplifði HÍ að það var bara stanslaust verið að væla í kennarunum eitthvað, þetta er of erfitt. Man hefur tíma að ég var hjá Margréti Valdimarsdóttur, hérna afbrotafræðing sem er alltaf að koma fram núna og hún stóð náttúrulega bara í lappirnar, það var einhverjir krakka skítar eitthvað að væli við því eitthvað væri ætti ekki að vera próf og þetta annar kennari hafði sett próf daginn áður og eitthvað bara við hverju erum við að búast að komi úr þessu umhverfi sko? Já. Ég er enda sko þegar að það eru einstaklingar sem eru með svona væl þá hef ég hvorki þolinmæði en ég tíma til að hlusta en ég skil þeirra hagsmunasamtök væla fyrir kannski er þetta eðlilegt og að mín afstæð er óeðlileg. Já, eða þú veist, ok, ég held að ég ætla aðeins að endurskilgreina þetta það vilja allir ábyrgð, það vilja allir bera ábyrgð á sjálfum sér og einhverju öðru en það eru allir til í að sleppa því þú veist, ef að ég segi við þig ok, ekki þig af því að þú myndir örugglega en ef ég segi við þinn almenna mann skilur eitthvað svona heyrðu, 800 skall á mánuð og þarf ekki að gera jack 1-2 ár og maður elskar það nei, fyrir ekki, 800 skall á mánuði og þú mátt ekki gera jack fólk er bara eitthvað feitt, ég fyrir frí ég rækta garðinn minn eða ég byrja að baka súrdegsbrauð eða eitthvað og síðan eftir 1-2 ár þá er allir honum snældu vittlausir. Já. Ég er sammála þessu. Ég er alveg sammála þessu, sko. En aftur á móti þá eru svona þau pólitísku skilaboð aðalega bundin við það að stjórnmálamenn ætla að fara að bjarga þér og jafnvel sko sjálfstæðisflokkurinn er farin að tala í þann mund að þeir einhvern veginn ætla að fara að taka þátt í því að vera einhvern veginn að ýta öllum niður á lægsta samnefnara. Enginn stendur í lappinar, enginn talar eins og Milton Friedman, enginn talar eins og Margaret Thatcher sem ég veit að þú náttúrulega dýrkar sko. Járnfrúin sko. Og ég veit alveg að sko það eru margir sem að fuss og sveigja yfir því að þetta sé mín sko. En aftur á móti þá bara það er ekki á neinu öðru sviði innan samfélagsins þar sem þú kemst upp með það að vera væla til sko mannesku sem að veit ekki eins og hvað þú heitir það að hún eigi að elska þig til þess að þú þurfur að gera minna. Það er sagt að vera góður í boxi þá þarftu bara að mæta hverjum degi, mæta morgunæfingar, mæta aukaæfingarnar og standa þig vel. Þú þarft að borða holt og gera hitt og þetta. Ef þú ætlar að standa þig vel á einhverju sviði þá þarf þú að rífa þig í gang. Af einhverjum ástæðum þá erum við komin að móta þá hugmynd inn í huga almennings á Íslandi að þetta á bara við öll önnur svið nema þitt eigið líf. Já, fjármál, húsnæðismál í því hvernig þú getur staðið á þínum eigin löpum á atvinnumarkaði. Allt þetta er alveg, það er bara búið að rjúfa þau hugrenningatengsl allir að þín kjör muni koma til með að hækka þú stendur betri í vinnunni. Aðal kjaramálið
er það að fá að vinna minna fyrir meiri pening og fá meira frí. Ekkert bundið við það hvernig þú stendur í vinnunni, ekkert bundið við það hvernig þú kemur þér svo lengra varða það að reyna að sækjast í hærri stöðu innan sama fyrirtækis, ekkert í því hvernig þú nærð að móta þér ákveðna stöðu gagnvart vinnuveitanda, að hann komi til með að bæta þína ímynd þegar það kemur að því að þú ætlar að fara að skipta um starf og veita þér einhvers konar meðmæli. Allt þetta er bara horfið. Nú ertu vantanlega mest að tala Ég var að tala um 50 dæmin. Já, þú varst að rjúfa þessi tengsl þannig að á 50 Ok, förum í föstudag í stórum dráttum sammálaðir, ég sé þetta ekki eins dramatískum augum en í stórum dráttum sammálaðir. Ok, hvað gerir á föstudaginn? Á föstudaginn vaknaði ég 5:35 til þess að fara að þjálfa. Fór svo sjálfur í ræktina. Þá fór ég að taka upp með einhverjum sem ég man ekki alveg hvað var. Ég er búin að taka núna nokkuð viðtölu og einhverjum rennur allt saman. En býtu, sorry, ég ætla aðeins að stoppa þig. Já, ekki stress. Þannig að þegar þú ert að þjálfa, þá stendur þú bara og horfir, þú veist, þú ert ekkert að taka þig sjálfur eða hvað. Ég tek stundum þátt í æfingunum, en það er minna út af því að það er ákveðin, sko, ég horfa á þetta þannig að ef það mæta til dæmis fáir sem eru í Haltu bara áfram. Já, ef það mæta fáir sem að ég þekki vel, að þá finnst mér alltaf lagi að taka þátt, en í lang flestum tilfellum að þá er ég að horfa á, leiðbeina, hvetja áfram og þar fram til götunum. Það er ákveðin svona, mér finnst að vera móðgun við þá sem er að mæta. Já, þú sér það ef að ég er að taka þátt, er svo eitthvað lafmóður, ekki mun að vera að fylgjast með neinu, eitthvað skiptum stöð. Það er bara ákveðin vanvirðing við þá sem eru að greiða fyrir það að nýta mína þjónustu. En aftur á móti þá eru sumir sem að vilja að maður sé með og þá er maður með og það er líka hvetjandi. Ertu einhvern tímann með svona 2 púða að láta fólk? Já, patsa. Mjög oft. Það er mitt uppáhald, sko. Ég get trúið að það sé skemmtilegt. Það er skemmtilegt, sko. Ég gerir mjög mikið af því. Hvað gerir þú sjálfur í ræktinni? Ég, sko, út af því að ég er svo mikið að vinna og þetta hljómar ótrúlega asnalega, þá fer ég stundum niður í work-class þar sem það er ekki hnefaleikar og er til dæmis að vinna með lóðum og er að shadowboxa og svona og þá fær maður svona augu bara djöfull er þessi gaur asnalegu maður en mér er alveg sama út af því að það sem að ég þarf náttúrulega líka að huga að vera með ákveðina svona valdheimild innan þess geira sem ég er aðalega að starfa í. Já. Og þar af leiðandi finnst mér rosalega gott að nýta það þegar ég kemst í ræktina í það að vera að bæta mig í því sem ég gerir svo í vinnunni og ég hugsa rosalega mikið svona samlegar áhrif að ég sé að reyna að tvinna ákveðnum hlutum saman til þess einmitt að reyna að ná mörgu inn í daginn, sko. Og þar af leiðandi er maður ofta að shadowbox og er mjög mikið að gera svona boxæfingar sama hvar ég er í ræktinni og þá fær maður svona augu það og djöfull er þessi gaur asnalegur en það er bara eitthvað sem ég lifi með eins og á samfélagsmiðlum og annar staðar þar sem ég er að tjá mig. Þú ert það mikill hægri maður að þú bara hendir í samlegðar áhrif hérna í Ok, kom fjölskyldaðin heim síðasta föstudag? Já, þau kom á föstudaginn. Þú varst ekkert búin að segja mér Nei, en við vorum ekki komnað þangað, ég var bara nýbúin að þjálfa og síðan koma þau kvöldið, sko. Svo koma þau kvöldið? Já. Og er þá pizza og mynd eða? Er kósí? Ég reyndar, ég var að nefna þetta núna áðan. Já, þú varst í bjór. Já, ég endaði á því að fara til á Selfoss þar sem að vinur minn var að verða 35 ára og fékk sér þetta leyfi til þess að fara þangað. Já. Ég veit ekki hversu vinsæll ég var út af því að það var einfaldlega þannig að þau voru náttúrulega nýkomin heim og ég sagði já ok, þá er ég farin. Já. En ég fekk leyfi til þess að fara og kíkti aðeins á Selfoss og þar sem að vinur minn var búinn að koma upp svona einhverju tjaldi og skemmtilegheitum á Selfossi og fekk mér nokkra bjóra þar og var svo keyrt í bæinn. Já, næs. Þú keyrðir ekki bara fullur? Nei, ég keyri ekki fullur. Það er mjög óskynsamlegt, sko. Ég veit ekki alveg hvaðan þessi brandari kom. Nei, þú getur sett hann inn í næsta gig. Sett hann inn í hér.
þegar ég, Hannes, Frosti, hverju voru fleiri, Stefán Einar, Jakob Bjarnar og mætum. mæta, já, þið eru alltaf að keyra fullir, segi ég þó. Já, nákvæmlega, það verður algjör negla. Sko, Tóti, ég er að segja þér það, þessi þáttur hjá okkur er óvenjulega langur, en það er bara þenni skemmtilegur, þannig að myndavélun er alltaf að ofhitna. Já, reyndar sko, ef þú ert komin í áfitna, er hún tengd? Ég var að taka nú sambandi. Já, þú getur tekið batterið úr líka. Taka batterið úr! Já, það er trikkið. Sniður, ég ætla að gera það næst. Já. En hún ætti að endast þennan klukkutíma, þess að 3-4 tíma sem við höfum eftir núna. Þannig að, hvað gerir á laugardaginn? Á laugardeginum þá var ég að vinna þætti en það var rosalega mikil bara slökun sko. Ok. Var bara með strákunum mínum og vorum að fara út og leika okkur. Vinnurðu þættina heima? Já, ég vinna heima. Ég bara með Mac-tölvu sem ég keypti dýrindómi og hérna nýti hana með svona M3 chipi. Rosalega dýrbúnaður en aftur á móti ef að fólk er að vinna myndvinnslu og hljóðvinnslu þá mæli ég eindregið með því að skipta yfir sko, því ég var alltaf að vinna þetta í PC og sem er allt í lagi, þú veist, það er skemmtilegt að vinna hana í PC en aftur á móti þegar þú breytir yfir í að vinna hljóð og mynd á Apple að þá tekur við þér allt öðruvísi viðmót. Ég var mjög íhaldsamur sko, er mjög mikill. Varst þú íhaldsamur? Já. Ég er mjög mikill sko, svona Android PC maður. Já. En aftur á móti eftir ég breytti yfir þá er ég alveg svona komin á það að þetta var miklu betri. Maður fer bara í kirkjunum um leið að maður kaupir sér eina Apple græði, þá var maður bara. Já, það er svolítið þannig sko. Kemur bara eitt á öðru. Já. Ég var PC Android maður síðan gerist það bara á einu ári, það var bara all Apple all Já, the ég var time. líka mikill gamer sko, hérna, þú spilar ekki tölvuleiki á Apple sko. Það er endar, ég á þessa tölvu sem að hann Aron situr við núna. Já. Þetta er Mac Mini M1 16 GB vinslu minni. Já. Hörkufín tölva. En ég get ekki spila Baldur's Gate 3 á henni. Nei. Og ég harma það svolítið. Ég er ekki mikill gamer en það koma svona leikir. Ég er ekki nóg mikill gamer til að réttlæta að eyða 200-300 skall einhverja geggjaða gamer tölvu. En það koma leikir einu sinni á ári, einu sinni á 2 ára fresti sem að þurfa þannig tölvu. Já. Og þá sparka ég Er ekki allir tölvuleikir orðið þannig? Mér finnst þetta allt orðið svo fullkomið eitthvað. Já, örugglega. Ég vil bara, þú veist, að tölvan geti runnað 1.6 og allir bara spili 1.6. Mér finnst alveg galið að við séum eitthvað að færa þetta yfir í Condition Zero eða hvað sem neytir Counter-Strike 2 eða eitthvað. Já. En að besta við það samt er þegar fólk kallar þetta íþrótt. Það er svo ógeðslega fyndið. Þú veist, með einhverja foreldra í einhverju viðtali að segja hérna, já, 13 ára sonum er hérna tölvufíkillinn er hérna íþróttamaður. En veistu hvað, já, sko, ég ætla sem svo að segja, Tóti, að þessi strákar, krakkar, aðallega strákar, þeir eru líka, þú veist, þeir eru að fara í einkaþjálfun, tengdu þessu líka. Ég veit það. Ég var sko ég spilaði, þó ég segi sjálfur frá að ég var ekki í efstu stigum en ég spilaði sérstaklega áður en ég hætti byrjaði svo aftur og var aldrei jafn góður og ég var þá en ég var hérna orðinlega góður í Dota 2 alveg frábær leikur og hérna spilaði mikið CS líka og ég tel að sé rosalega mikið maður regnast vinn í þessu fólk sem að svona ungi krakkar sem að finna sig kannski ekki alveg á öllum sviðum samfélagsins það er örugglega mjög fínt að fá einhver svona félagslega nautn úr þessu rökhugsun verður örugglega eitthvað hérna aukin, snerpa verður aukin varðar það hversu fljótur þú taka ákvarðanir og fleira. Og þegar þetta er komið inn í svona skipulagt íþróttastarf þótt að ég er hræddur að missa Aron hérna frá okkur er ég sammálaði að rafíþróttir sé ekki endilega rétta orðið yfir þetta. Þegar þetta er komið rafíþrótt? Þetta er ekki íþróttamenn? Þegar þetta er komið inn í undir íþróttafélögin að þá eru þeir líka að stunda líkamsrækt. Þessi della með það fari inn og út úr húsi og taki 2-3 ár magaæfingar til þess að eyða 6 tímum fyrir framan tölvuskjá og segja ég er íþróttamaður. Algjör della, það veit þetta líka allir. Og við vitum alveg að við erum að reyna að réttlæta einhvern veruleika. Þetta er eins og þú veist fólk sem að segir já, hérna, barnið mitt að græða svo mikið á því að vera í spjaldtölvunni. Barnið þetta á að geta verið með spjaldtölvu, þetta á að læra að leiðast, læra að takast á við félagslega vandamál sem eru að gerast í raunheimum,
ekki vera að setja einhverja spjaldtölvu þar sem þeir eru bara þykjandi í einhverjum ógeðslegum TikTok-vídeóum og einhverju dellu. Ég er alveg sammálaðið með spjaldtölvu. Það bara næst, ég meina það mér finnst jafn eðlilegt að kalla 6 ára krakka með spjaldtölvu sérfræðing eins og að kalla hina íþróttamenn, sko. Ok, já, ég skal vera sammálaður. Ég hef enga skoðun sérstaklega á, ég er ekki íþróttamaður. Ekki heldur, sko. En mér finnst samfélagsmiðlar náttúrulega bara að vera hinn mesta meinsamt sem að... Já, ég sammálaður það. Ég held að við verðum verri manneskjur, sko. Ég held að ef við ættum þetta samtal á, til dæmis, Twitter, Já, guð! þá værum við að rífa hausinn á hver öðrum, sko. Sko, ég fann það eftir að Elon Musk keypti Twitter, þá bara breyttist algoritminn eðlimannsins samkvæmt og ég lét mig hverfa þaðan. Ég er betri maður. Já. Ég var vondur gaur á Twitter. Þú veist, og ég bara, ekki bara út á við, þú veist, ég bara líka inn á við, þú veist, það bara, ég var vansæll á Twitter og núna er ég búin að eyða öllum samfélagsmiðlum af símanum mínum og það sem að ég farin að lesa í miklu meira mæli, ég er með Kindle sem passar í vasan minn, núna tek ég hann bara upp þegar mér leiðist og ef ég þarf dopamine fix, þá spila ég bara Fruit Merge Madness. Já. Ertu orðinn íþróttamaður í því? Já, ég er orðinn íþróttamaður, Tóti. Sjá, hérna er hann, Fruit Merge Madness. Er það svona að skera... Ég er að láta ávexti detta svona, það er hann skiptið á mig, ég er að sína mynd af símanu. Sjá, hérna er svona vassmeluna sem er að opnast. Þetta geggja fyrir útvarpið. Já. Sjáu Ég er að fá fleiri áhorfundur á YouTube hérna. Já, síðan læt ég hann hérna detta og síðan, þú veist, saminast þeir í einn og sama lit. Og þetta er gott kveikt dopamine fix. Og það sem þetta gerir ekki er að láta mig hata fólk. Já, ég er eiginlega sammálaður þarna, sko. Það er ótrúlega mikið sem ég held að við þurfum að huga að þegar að, til dæmis, ungi krakkar eru að fara að eyða 8 tímum á dag inn á þessu og eru bara þykjandi og eru að verða algjörlega heilalausar að mínum að inn á þessu. Að ég held að sé rosalega mikið sem að þarf að huga að varðar þetta málefni út af því að eins og ég var að fjalla núna bara í þætti sem ég var að taka upp á hann þar sem við erum einhvern veginn farin að sko ára kringum 2008 og þessi teknik svona aðeins kom eins og 2015 og einhvern veginn allir konum með svona síma og við áttum engar samræður einhvern veginn það hvaða áhrif þetta hefði. Samt er þetta einhvern veginn að taka 30 til 70% af okkar tíma saman hvort að við séum beintengd eða ekki í símanum en alltaf með ding ding að og svo einhvern veginn bara heldum við einhvern veginn að þetta myndi fara rosalega vel og það er eins og rosalega tengd eins og Zuckerberg sagði. Ég held að ég var að hlusta á podcast hans Trevor Noah en daginn, þá viðtalið gaurinn sem skrifaði The Anxious Generation. Já, Jonathan Haidt. Já, og ertu búin að lesa hana? Já. Þannig að we're overprotecting kids offline and underprotecting them online. Bara held ég words to live by, sko. Orð til að lifa eftir. Hvað gerir á sunnudaginn? Herðu, sunnudagurinn var eiginlega bara eins og laugardagurinn. Ég vann þátt sem ég síðan gaf út með Jasmínu Veisovic Tserenats og var svo að birta samfélagsmiðlafærslur talandi að vera partur af vandamálinu. En ég er alltaf á þetta, sko, ég er alltaf að drulluðu fólki í samfélagsmiðlafærslunum en ég hugsa þetta þannig, sko, ef það er kveiknað í Hafnarfirði þá keyri ég í Garðabæ. Ég er að fara það sem eldurinn er. Nei, vona að endingu bara horfi enginn á samfélagsmiðlafærsluna mínar. En og átti bara mjög keimlíkan eins og bara laugardag. Þetta var mjög mikil svona leti helgi að einhverju marki þó svo ég hafi verið að vinna alveg slatta. Já, gott mál. Er einhver sérstakur sunnundagsmatur? Er það lambalæri? Nei, það er ekki, það er bara við rauninni ákveðum rosalega mikið, sko, hún er utan á landi en hún vil rosalega mikið plana það hvernig við nákvæmlega aðhöfumst í því að fá okkur að borða. Þarf að taka út 2-3 daga fram í tíman og vera með svona smá yfirsýn. Konan mín líka utan á landi. Aha, það eru betri. Frystikista og... Já, akkurat. Ég reyndar ég keypti 400 lítra frystikistu þegar að seðlabankastjóri sagði að verðbólgan var ekki að fara að hækka. Þá hugsaði ég að eftir að við höfum dælt inn 400 milljörðum í inn á hagkerfi sem við vorum að kæla í kringum COVID að þá hugsaði ég að það verður allt miklu dýra núna. Þannig ég tróðfyllti það af kjöti og öðru sem var svona rándýrt. Gott sjöður. Og það var svo, er þá ekki rándýrt, ég held ég sé ennþá með lambakjöt sem maður keypti á. Nei, það er allt búið núna. En þá var maður kannski með
8 mánaða gamalt lambalæri sem að kostaði 1500 kall kílóið, þá var komið upp í 4 og 5 eða Já, eitthvað. einmitt. En hérna, Festirðu vextina líka? já, Já, mínir losnuðu 22, já, 23 annað hvort. akkurat, það er ekki góðu tími til Nei, að losna. tvöfaldaðist. Já, En ég var með það fast að þú veist, þegar stýrivextir voru bara í 0% eða eitthvað, þannig Já. að við vorum ekki fucked af Nei, því að nei. við vorum búin að njóta þess í 3 ára að hafa það svona lága. já, akkurat. Heyrðu, ok, þannig að hún er að taka út 2-3, hann vill taka út 2-3 daga Já, sem. en við erum svolítið ekkert eitthvað svo rosalega föst á því nákvæmlega hvað við ætlum að hafa hvenar, sko. Ok, þannig að það er svona komin gróf hugmynd á mánudegi, hvað er borðað á mánudegi, þriðjudegi og miðvikudegi, en hvort að það sé snitsel á þriðjudegi eða á miðvikudegi, Já, það ég er... held að man ekki hvernig ég borðað síðan snitsel, en já, svona röfli rétt samt. Ertu ekki hægri maður? Ég held að þið borðuðu bara snitsel. Þetta er nýtt átt sem ég ætla að Ég byrja með borða að hægri bara- menn borði bara snitsel. Nei, aðalega, við erum oftast með bara hérna hrátt hakk Hrátt hakk, já. á bóðstælu. Ok, þannig að ef að vinda okkur yfir í mánudaginn, Það var bara ræs 5.35, akkur er 35? út af því að það bara tekur mig, ég er að, sko, tíminn byrjar 6:10 Já. og ég vakna, fer fram, setja eitthvað í eyrun oftast og það er allir sofandi og síðan fæ ég mig bara eitthvað smá að drekka og fer svo út í bíl og keyri og þá er ég komin svona kringum 6 leitið, rétt fyrir 6 til þess að fara að þjálfa, sko. Já, þetta er bara búin að besta tíman sem það tekur. Já, í rauninni, sko. Já. Ég er alltaf búin að gera, sko, ég veit ekki hvað ég er búin að vera með þessa morgun tíma lengi, en ég held að sé allavega, það sé ekki komin að fyrir að nálgast 10 ár, sko. Já, já. Síðan þetta hefur verið rútína mín, sko. Já, einmitt. Ég vann á hóteli, þegar bendið til meðferð, fyrir meðferð voru ég að vinna á bar, þannig að ég held því ekki áfram. Nei. Þá fór ég að vinna á hótel í morgunverð, gerði það í svona hálft ár og var einmitt að vakna þá sko bara klukkan 6 og mér fann það var bara torture, sko. Ég hugsa ennþá um þetta tímabil sem það versta í lífi mínu að þurfa að vakna fyrir klukkan 7 á morgnana. Aha, Já, mér finnst það. ertu B-típaða? Nei, ég er á mjög stórum skammtið af þunglyndislyfjum, Já, þannig ég er bara þreytt típa. já. Ég fer bara að sofa klukkan 10-11. Verður maður vakna- þreyttur á þungliðislegum? Já, það er algeng aukaverkun. Ég held að það ætti að peppa þig meira. Þetta eru serotonin endurupptöku hemlar, heitir þessi tegund, SSRIs, sem þetta virkar mjög vel fyrir mig, en þetta er algjört eitur, held ég líka. Já, ok. En það er mjög algeng aukaverkun, allir sem ég þekki sem eru á samskonar lyfjum eru bara þreyttir allan daginn, en ekki þunglyndir Nei. og ekki kvíðnir. Pros and cons. Pros and cons. En síðan er líka algeng aukaverkun sjálfsmórshugleiðingar. Ég er ekki að glíma við það, en mér finnst það vera eitthvað svona, þeir hefðu mátt hafa þetta aðeins lengur í beta ef að... Ég held að þetta vera öfugt. Ég hefði haldið það. Ef þetta er hægt að vera þunglindur, þá myndi þær hugsanir fara. Já, ég er heppinn, ég er ekki að díla við það. Þetta er ekki 1 af hverjum 100, þetta er 1 af hverjum 10.000 eða eitthvað sem að... Já, ok, það er nú bara valla, sko. Heyrðu Tóti, það er eitt sem ég verð að segja. Já, Nú ert þú hægri maður já. og mér finnst það mjög krefjandi sem vinstri maður að vera farin að taka upp hanskan fyrir Big Pharma. Já, ég veit það. Hefur þið tekið eftir þessum viðsnúningi? Já, ég hef tekið eftir þessu viðsnúningi. Ég fórst í bólusendingu. Já. Já, Fór ekki í ég. Ekki þú? Nei. Ég fór í 2. Já. Ég mældist mjög snemma með móteitur Já. og þá var einmitt samt verið að segja já, þó þú séð með móteitur þá er það að fara í bólusendingu og ég hugsaði bara, það meikar ekkert sens. Út af því að ég hafði mjög mikið sett mig inn í þetta. Did your own research. Já, en hjá, sko, Johnny Ioannidis hjá Stanford, ég held að hann sé hjá Stanford eða Yale, eða Martin Kulldorff hjá Harvard og öðrum svona sérfræðingum í, þú veist, þetta var ekki svona Joe Rogan research, sko. Þú veist ekki á YouTube og sagði why vaccines suck. Nei, ég var bara að fylgjast með Martin Kulldorff og Johnny Ioannidis og David Nabarro og fleirum sem eru hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni eða í þessum stærstu smitsjúkdóma geirum í þessast kennslu. Og þeir voru að segja við mig bara það meikaði ekki alveg sens út af því móteitrið væri töluvert yfirsterkara út af því að þetta væri aðlagað, móteitur væri svona beinlínis
mótað að þeim sjúkdómi sem að þú varst að hrista af þér. Aha. Bóluefnin voru gerð til þess að reyna að takast á við mest af þessum kvillum, en aftur á móti þá var mótefni líklega betra heldur en bóluefni. En þá var verið að segja við mig að ég ætti að fara í booster og eitthvað þannig og ég sagði bara nei, ég held að það sé ekki gott fyrir mig. Já. Og ég man eftir því, þú veist, ég sagði þetta við fjölskyldunum mín og það var bara, hvað meinar þú ætlar að drepa okkur öll og ég bara einhvern veginn. Og nú eru þau öll döið. Og nú, já, nei, ekki svo gróft sem betur fyrir. En hérna, þetta samt sko, mér fannst þetta svona stjórnlaus meðvirkni og annað sem að fylgdi þessu. Og það ótrúlega margir sem eru rosalega pirraðir yfir því hvernig Þórólfur var og hvernig Víðir var og hvernig Alma var og hvernig Katrín var og hvernig Bjarni stóð ekki á lappirnar og þar fram eftir götunum, hvernig allir voru einhvern veginn hræðilegir sem voru að taka ákvarðanir og ég hugsaði bara, ég ekki pirraður út í þetta fólk per se. Því að heimurinn náttúrulega misti svolítið vitið en það var aðalega bundið við það að það voru svo óstjórnlega mikið af einstaklingar sem voru meðvirkir gagnvart því hvaða ákvarðanir stjórnvöld voru að taka. Og sko þau áhrif líka sem að út af því að þú varst að tala um það að hérna Vóki væri bara að vera næs og ég á bara að hafa getur til þess að drullu við manneskjun út af því að það mitt málfrelsi en ég held aftur á móti að það séu tvær hliðar að því út af því að eins og í þessu dæmi þar sem að borgararnir fóru bara einhvern veginn að úthúða manneskjur fyrir það að taki þátt hann hérna Kári Stefánsson var að segja bara allir sem að færa ekki bólusetningar ættu bara að vera einhvern veginn svona annars stigs eða hérna annars flokks segi ég hérna borgarar Inga Sæland ætlaði einhvern veginn að móköllum í hérna Egilshöll einhverju vildi bara móköllum í Grímsey og þetta var bara svona algjörlega stjórnlaust galið og það sem var verst var að það var almenningur sem að tók þátt í því að peppa þetta dellu upp söng með þegar við fórum með hennan viðbjóðslega söng sem ég langar eiginlega að kalla bara svona fasískasta sem maður hefur séð í íslensku samfélagi þegar ég hlýði Víði. Það var mjög óheppilegt. Ég spurði Víði Reynisson hvað hann þoldi minnst við þessa veiru og það var það. Þessi söngur og þetta var bara hræðilegt. Ég hlýði Víði, viðbjóður, allavega. Ég er búin að blokka þetta út sko. Borgarnir tók allir þátt. Það var eitthvað í bóluefninu. Og borgarnir voru allir að taka þátt í því að vera einhvern veginn að keira á því narratífi sko að þeir væru með einhverja sko hérna aðkomu að því að ganga í störf lögreglu og það núna til Skjöldur Ísland sem ég veit að þú ert meðlumur af að hérna ég sá peysuna þegar ég kom inn hvar færðu svona peysu? Heyrðu, ég hannaði þetta og ef þið farið inn á ekkert@þakka.is þá getið þið keypt ykkur Skjöldur Íslands peysu og af okkur stafar engin ógn. En við vorum samt í ákveðinu svona bara svona foreldra rölti alltaf. Já. Í því einhvern veginn að passa upp á það að borgarinu var að haga sér eftir tilmælum stjórnvalda. Og ég hugsaði bara, eru þið alveg orðin stjörnugalin? Þar af leiðandi ég á þeirri afstöðu og það var minn sunnudagur. Það var þinn sunnudagur, já. Einmitt. Já, þetta bara fínir punktar sem hann kemur sko. Við förum alltaf svo mikið flug í eitthvað allt annað. Já, en það er pointið sko. Já, ok. Þetta væri mjög, af því að það sem ég er búin að koma að staða að gera þetta podcast Já, þú talar um Big Pharma. Ég byrja að tala um Big Pharma, já. Þú veist, ef ég væri bara að tala við allum hvað þau gerðu liðina viku og ekkert annað var að gerast, skilur þá væri það rosalega mikið bara 8 mínútur. Já, ég vaknaði, fekk mér morgunmat, fór að vinna, kom heim, fekk mér kvöldmat, fór að sofa. Það er svona, það er long and short of it sjá. En finnst þér ekki skrítið að setja honum Big Pharma? Jú, minnst það ræðilegt. Ertu Big Pharma? Nei. Varstu Big Pharma í COVID? Varstu bara, já, ég meina drullu ykkur í bólusetningu? Já, bara 100% sko, og ég myndi segja það. Þið vóksterinni sko, þetta er vókið. Ég myndi segja það aftur ef það myndi skella á önnur bylgja, eða þú veist, ekki bylgja af COVID, ef annað eins myndi gerast á morgun, þá myndi ég segja drullu ykkur í bólusetningar. Í alvörunni? Já. Þú ertu bilaður. Var aldrei að taka tillit til þeirrar reynslu sem að allir sjá núna hafa verið della? Ég myndi klárlega taka tillit til þeirrar reynslu, skilurðu, og ég myndi miklu frekar setja spurningamerki við aðgerðir stjórnvalda heldur en ég gerði þá, bara miklu meira. Og var samt til í að taka þátt í hýðingum á Arnarhóli, gagnvart þeim sem var ekki tilbúin til að fara í bólusetningu. Já, auðvitað. Og ég myndi fara fram á að vera með svipuna. En það er bara kink hjá mér, Tóti. Don't yuck my yum. En
Má ég svo skjóta einu punta? Já, Ég reyndar sko, því að ég held að þeir sem hafa svona verið verstir í vókinu, þar tel ég ekki þið með. til við ekki með. Nei, þú varst ekki verstur. Nei. Sko, ég hef alveg séð einhver svona frumhlöpjaður og eitthvað þannig. En þeir sem hafa svona verið verstir í vókinu Já, eru bara svona fyrrum netnýðingar sem voru að svala sínum þorsta í meinfisni og óbylgirni gagvart öðru fólki. já. Sammála þessu? Bara, Nice. ég alveg sammála þessu, sko. Og Ég vissi ekki við erum svona sammála. Ég er alltaf að reyna að fá þig hérna upp á HSI sko. Þú bara, já, góð punktar. Ég myndi til dæmis telja það þyrfti ekki mikið út af að bregða til þess að Frosti Logason og Stefán Einar Stefánsson væru þarna af því að þetta eru nýðingar báðir tveir. Nýðingar? Já. Hvernig þá? Frosti Logason var með þátt á X-inu í 10 ár Já. þar sem hann gerði fátt annað en að drull yfir fólk, þannig að ég hef litla samkennd með því þegar hann kvartar yfir því að vera sjálfur skotspórn einhvers konar háðs. Sama með mig þegar að Frosti sagði eitthvað shit mig í útvarpi Hvað kallar þið? Höguleysan math? Höguleysan mask sem að þurfti að kýla í andlitið. Já, það er þetta svakalegt. Það truflaði mig ekki af því að Að kýla er svakalegt sko. það er En svakalegt. veitu, hvað gerðið þú fyrst? Manstu þetta? Sko, Ég man þetta ekki. Ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Þetta byrjaði á Jordan Peterson. Hann tók því illa að ég skrifaði eitthvað Jordan Peterson. Það var háðspistill, basically. Ég var að gera grína Jordan Peterson, það var á fréttablaðinu. Síðan var eitthvað Twitter bla bla sem að ég man ekki. Hann sagði eitthvað, ég sagði eitthvað. Við vorum báðir bara að vera á Twitter. Síðan kemur hann með broadcastið og þá segi ég alltaf gaman að sjá nýtt þrotabú verða til sem er bara pjúra brandari, skilur. Og hann móðgæðist yfir því og þessi fyrsti, ég veit ekki hvort þú munir eftir fyrsta Harmageddon post-Renaissance, það var rosalega mikið hann að birta skjáskot af Twitter að fólki að vera vont við sig og segja hvað honum finnst það. Er það með broadcast eða? Broadcast, þáttinn hans á broadcastinu. Já, nýja útgáfuna. Já, nýja útgáfuna. Já, eftir því sem ég best veit þá var það katalystin, þetta tweet hjá mér alltaf gaman að sjá nýtt þrotabú verða til. Aðalpunkturinn minn var sá, flestir fjölmiðlar fara á hausinn. Nei, það var ekkert punkturinn. Já, nei, en sko, það var big picture. Small picture var, ég hafði enga trúið að Frosti Logason hefði nógu marga áhangendur til þess að halda þessu gangandi og ég hefði rangt fyrir mér. En þú hefur ekki hent í, skilur, ef að þegar Edda Falag fór til heimildirinnar, þú hefur ekki sagt nýtt þrotabú takk, flott þetta og verið bara eitthvað, já, ég er bara að hugsa um big picture út af því að það er líklegt að hún fara á hausinn einhvern tímann út af henni fjölmiðil. Nei, ég hefði ekki gert það. Nei. En punkturinn er samt sá, flestir fjölmiðlar fóru á hausinn og ástæðan fyrir að Frosti var fyrir valin er að ég kann ekki vel við hann. Nei, ég er að segja það. En af hverju farið hann ekki þátt? Hvað Ég held að það væri svakalegu þáttur ef að þið myndi taka þátt. Og það er sko, ég og Frostin er rosalega sammála og ég og Stefánina líka. Þú veist, ég er ekkit sammálaðið um allt, en ég er sammálaðið með mikið. Og ég held sko að kannski erum við bara búin að vera að orðnir sko svolítið fórnalum þess sem vorum að ræða á hana samfélagsmiðla að gera okkur geðveik. Ég held að þú og Frosti þetta getur átt flott spjall sko. Mögulega, allt sem ég hef séð frá honum á broadcastinu og allt sem ég hef séð frá honum á broadcastinu fær mig ekki til að hugsa þetta sem ég myndi njóta þess að tala við. Jú, þið verið flottir saman held ég. Í alvörunni sko, ég held að þið verið flottir saman. Brynjar Níelsson sem ég hef líka átt útistöðum með, ég held að við getum átt fínt spjall. Brynjar er náttúrulega skemmtilegasti þingmaður sem hefur verið sko. Ok. Ertu ekki sammála? Hver er skemmtilegri? Ég veit það ekki, en ég hef aldrei haft... Það sem er ótrúlega fyndið sko alþingismenn eru sammála þessu. Já. Ótrúlega margir, þeir bara dýrka að vera með Brynjar Níelsson. Það er ótrúlega fyndið þegar þú ferða okkur svona á stað þar sem það eru mikið alþingismenn að fá sér okkur henni. Brynjar Níelsson, þú veist, hann sé svona fílu kalla keppni einhverri, hann er sko brosandi hringinn í hláturskasti með öllum alþingismennunum. Ég hef heyrt þetta víða. Eina reynsla mín af Brynjari eru brandarinn sem setur á Facebook. Þeir hafa aldrei höfðað til mín. Jó, þeir eru góðir líka. Þeir hafa aldrei höfðað til mín. Já, já, ég hef ekki... Manstu þegar að DFF var alltaf að taka þetta upp og búa til fréttir úr hverjum einasta Facebook-byrstlega. Já. Það var hætti því. Já, hann náttúrulega, er hann ekki hættur að byrta svona... Nei, hann bara, ef hann skrifar eitthvað á Facebook, hann er ennþá að gera það. Já. Bara 1500 like. En er það ekki minna juicy eftir að hann var dómari?
þú veist, hann er alltaf að tjá sig eins mikið, mér minnir að hann hafi talað um það sjálfur í aðdraðan, eftir hann var ráðinn að hann sætti sig við að dómarastaðan skerði málfrelsi hans. Jó, hann sætti sig við það, sko. Hann mætti satt í þátt til mín eftir að hann gerist dómari, sko. Hann sagði að ég hafi hellt upp á sig út af því ég held hann fullan og let hann lofa að koma. Á kalda? Já, við endum að kalda. Hvað gerir á þriðjudaginn? Við erum notabenni eftir kaflan á þættinum sem þú mátt spyrja mig hverju sem eru en berða enginn skylda til. Ég er samt eiginlega búin að vera innvinkla sko, Já. inn í hérna þáttinn. Ég á þriðjudaginn þá var ég var að sjá gymmið all dagana. Þannig að ég er sko þjálfarinn sem er með mér í þessu hann hérna er í útlunum þannig að ég var að þjálfa all dagana þannig að það var líka þjálfun á þriðjudegi en svo var ég rosalega mikið bara með strákunum mínum. Ég tók í rauninni langa helgi af því að vinna þætti að hluta til þjálfa og vera með hérna fjölskyldunni. Gott mál. Það ekki? Jú. Og hvað ertu búin að gera í dag? Í dag þá vaknaði ég 5:35 Já. og síðan fór ég klukkan 9 að taka viðtal við Guðjón Valgarðsson og síðan fór ég og fekk mér síðan fór ég í ræktina sjálfur tók aðeins á því og brunaði svo heim, fekk mér smá að borða og hér er ég. Hér ert þú, Já. brunaður á díselbílniðinum. Ég er endar ekki að díselbíl, ég er á bensínbíl en mér langar rosalega í díselbíl sko. Já. Eitthvað svona, þú veist, 17 lítrar á 100 eða eitthvað þannig sko. Já, þarft að hafa hann alltaf í gangi af því að þú ferð svo stuttar vegalengdir hvort þið Já. Það eyðir miklu meira. Ertu með vandamál sem þú vilt að ég leysi fyrir þig? Herðu, sko, já, það er eiginlega krafa. Það er krafa? Já, út af því að við erum á þeim stað þar sem að mér finnst þetta búið að vera mjög áhugavert og því að við höfum getað hlegið mjög mikið og nú er fullt ósamála þó svo að ég sé núna að þú ert farin að sjá ljósið í hægrinu sem er mjög jákvætt sko og að farin að verða svona anti-woke. Já. Ég ætla að gefa þér einmitt hérna nýjustu bók Jordan Peterson. Hvað heitir hún þetta? Why We Struggle With God eða eitthvað hannig? Já, ég ætla aðeins að stoppa þig af því að ég veit ekki, ég var aðeins að horfa á Jordan Peterson daginn og mér finnst svo skemmtilegt að Jordan Peterson að hafa svona hugsanarleiðtoga thought leader sem sagt þá er ég ekki að segja að hann stjórniði hvernig fólk hugsar, þú veist hvað ég meina, svona thought leader sem að virðist einna helst vera að reyna að læra ensku alltaf þegar hann er spurður eitthvað well that depends how you depends on how you define the word is What do you mean? Þetta fyrir líki töðanar á mér sko. Ég það er svona orðið svona kannski aðeins hægst á kappanum sko. Hann er búin að flandra þess að sjálfan sig. Já, svona búin að fara í gegnum aðeins svona þurfa feta þrautir lífsins sjálfur sko. Veit ég hvort það var hægst á honum út af því en hann svona, ég skil hvað hann meinar sko svona. Well, that's a circular definition. Þetta dót sko. Ég er alveg samanlega sko, það er svona svolítið sérkennilegt en krafa mín er þess að trú að þú fáið Frosta Logason eða þú til hans í bara svona spjall þar sem þið er ekkert að ræða það sem eitthvað gerðist eitthvað á milli og ég held að það yrði frábært þáttur sko. Ætlar þú að mæla með þig við Frosta að koma til mín? Já, ég ætla að senda á hann strax svo ég fer í hann. Ok. Ef að hann tekur vel í það þá býð ég Frosta Logason velkomin. Er það ekki? Jú. I love it. Er eitthvað sem þú vilt spyrja mig um? Ertu minna woke núna heldur en þú varst fyrir 5 árum? Núna skal ég gefa þér eitt. Ég er það, já. Ég er minna woke að því leitinu til... Nei, ég er ekki minna woke endilega. Þátturinn var að enda. Ekki minna woke. Þú varst það. Já. Ok, við endum þetta bara við setjum bara ljósmynd. Flott, já, nákvæmlega. Þannig að því að hljóður ennþá rúla. Ég er ég myndi segja að allavega, það sem að þú myndir kalla minna woke, myndi ég segja já. Ég er minna upptekinn til að taka ennþá lengri aðdraganda. Ég er sammála því sem að hefur komið út núna eftir að Sólveig var á samstöðunni og kannski allavega í opinberu umræðu. Það var vandi míns kyns, minnar tegundar,
hvað þetta var intellectualized, hvað þetta var til mikið í háfleygt og svona háskóla bundið einhvern veginn, þú veist hvað þetta snerist mikið rétta hugtakanotkun og annað eins. Þessu er ég mikið búin að hafna. Þannig að en að sama skapi ef að við köllum það Vogue að ég geri þá kröfu til fólks að það geri sitt besta í sambandi við kynsegin fólk, transfólk, samkynhneigða, ef að einhver er í kringum mig sem er viljandi að meiða, viljandi að rangkynja, þá mun ég kalla hann út á það. Þá er ég ekki minna Vogue, skilur en ég er minna eitthvað svona, þú veist, já, það er þú veist, ég myndi ekki, ef ég var á Twitter í dag, þá myndi ég ekki séra grein sem heitir, þú veist, the reason why white feminism is really patriarchy because it doesn't encapsulate the... Shit, manstu eftir þessi tíma, djö var þetta bila. Þetta var smá bilað. Heyrðu, þú ert með miklu fleiri hlustendur en ég, en ef þú vilt plugga poddið þá heitir það... Já, ein pæling og pæling dagsins. Bara endilega tjekkið á því ef þið nutið þess að hlusta á þetta. Gaman að fá þig. Takk að þetta árið mig.